Þessi þáttur í boði Pop Smells, nammi frá Nova Sirius, súkkulaði og pop, kemur í 2 bragðtegundum, melnið súkkulaði, piparduft, persónulega ég reyndast á piparduftunum, ég get endast á þessu og það skemmir ekki fyrir, þetta passar mjög vel með flottri bíómynd. Og ef þið hafa áhuga að hjálpa mér að stækka podcastið, þá með ég bara endilega fylgja mér á Instagram, YouTube, Facebook, bara öllum þessum miðlum og ekki gleyma, kaupa Pop Smell. Þú gafst mig gjöf. Já, ég gaf þér þess að, 2 myndasögur. Já, þetta er þess að, þetta er ein saga, þetta er bara fyrstu 2 tölublöðin sem ég hef gert. Já, bara alveg fyrstu? Já, þetta er bara þetta sem voru að halda á núna. Ég teiknaði aftan á þetta og ferði aftast. Ég gerði það og ég gerði livestream í dagferði fyrir þetta. Ég ætla að setja henni upp í kameruna. Þetta heitir þetta Gen 01 eða Gen 01. Já, hvað kallar þau? Ég segi alltaf Gen 01 en náttúrulega á ensku þá segi ég Gen 01. Og þetta er eitthvað sem þú teiknar og skrifar? Já. Þetta er sem bara algjörlega mitt svona brainchild. En hversu lengi ert að gera eitt svona tölublað? Ég get sagt þér það að fyrsta tölublaðið hafi tekið ég held að ég hafi byrjað þegar ég var 23. Hvað ertu gamall í dag? Ég er 30. Og hvað svo, byrjaði 22? Já, byrjaði 23 og ég teiknaði allt fyrsta tölublaðið og þetta átti bara að vera æfing, og ég ætla aldrei að gefa þetta út en þetta var bara svona, til að koma mér áfram. En kona mín og systir mín voru svo ógeðslega æðislega á afmælisdeginn minn, þá sendu þetta til útgefanda og hann bara eitthvað, sagan er fín en teikningarnar eru pínu styrðar og svona hálf erfiðar. Og það er ekki fínt að ég myndi teikna þetta aftur. Svo ég teiknaði alla fyrstu fyrsta tölva, þetta? Já, bara upp á nýtt. Hvern einasta ramma? Já. En hvað, varstu sammála? Voru teikningarnar ekki nógu góðar? Ég náttúrulega bara, þetta var náttúrulega bara æfing fyrir mig og svo náttúrulega leið og kom einhver svona professional guy inn, sjátt á Frosk útgáfi á hann, Jan. Hann er ógeðslega flinkur að teikna og hann pínu svona bara, segir mér bara hvað er sniðugt og hvað er ekki sniðugt og bara alltaf að vera betri listamaður, þá alltaf verðum bara að hlusta á hina sem eru betri en þú, Já, algjörlega, þannig lærir maður. Og var hann þá með eitthvað svona pointera sem snýri þá að hverju? Ég er áttam á... Já, hann bað mig að senda sér út að ég sagði hann að ég væri byrjaður á tölublaði 2 og hann tók eftir því að breytingarnar frá mér sem listamanni urðu svo gífurlegar á milli tölublaða. Já, þú varst miklu betri. Já, og hann var bara, gaur, þú getur ekki haft þetta svona, ef við ætlum að gefa út þá annað tölublað, þá verður eiginlega að fara tilbaka og... Já, það var alltaf mikill munur. Já. Þannig að ef ég hefði keypt þetta, þá hefði ég verið bara svona, vá, dýrlega mikill munur, er þetta sami teiknari? Já, akkurat. Var það mikill munur? Já, það var það mikill munur, Og þetta eru bara svona print sem við gerðum með. Þetta var sett fyrir Comic-Con. Þetta er geggjað. Hakaði fyrir, þetta er alveg bara... Ég sá þitt dót eftir ég talaði við Dag og Úlfar. Já. Þeir gáfu út, eða þið, gáfu út bók sem til Landverðinir. Já, það er rétt. Núna fyrir jól. Já. Og ég sá teikningarnar, ég les teiknumsur. Já. Og ég var bara, vá, þessi góður, af því að ekki það, þetta er til margir færi teiknar á Íslandi, en ég kannski ekki sé margar sem eru svona comic book teiknarar. Nei, það var sama, það var akkurat ástæðan að ég ákvaði að segja bara, ok, þetta verður bara ferillinn hjá mér. Út af því mér langaði að fá fleiri íslenskar myndasögur og íslenskar ofurhetjumyndasögur. Einmitt. Og þess vegna var þessi bók til, Lestu sjálfur teiknumsur? Alveg, alfarið, Já, ok, þú lest alveg. Já, ég er harður, ég er bara nörd. Hvað lestu, aðalega? Það sem ég verið að, ég á mér uppáhaldsmyndasögu, bara sem er
sem ég tók mjög mikinn innblástur frá ég að gera þessa og hún heitir Invincible. Já, sem er ekki Kirkman sem gera það. Jú, Robert Kirkman sem gerir hana og hann gerir líka zombie myndasögur, Walking Dead sem urðu líka síðan á sjónvarpsþáttum og bara svona til að fara lengra inn í nördan að það er að fara í mars þá er að fara að koma frá Amazon, það er að fara að koma ný þáttaserja teiknuð sem heitir Invincible og vákvæmur hlakka til að sjá hana og það er alltaf mjög mikið í þessum stíl, mjög svona gory og hardcore og þú veist hvað ef þú myndir fá að sjá afleiðingarnar af ofurkröftunum sko. Þú veist, pældi ef Superman myndi kýla einhvern og hann myndi, þú veist, skjótast inn í byggingu og fólk í byggingunni, þeir sýna það. Það er það sem ég hef áhuga á. Þú veist, ég vil fá að sjá, þú veist, allt. Ég vil fá að sjá öll skrefin sem þú veist, þegar þetta gerist, afleiðingarnar af, þú veist, högginu, sko. En þið gerðu það aðeins í Horror of the Boys? Nei. Voru ekki þá? Nei. En þekkir teiknumyndsöguna of the Boys sem Garth Ennis gerði? Nei, ég þekki hann ekki. Nei, það er svolítið svona þannig pæling. Já. Það var eins og, ef það eru til overture, já, að þá væri það kannski spiltar að nota kraftana sína já, akkurat. Á glæpsamlegan hátt. Já. Og þar til dæmis byrjar henni sagan á því, svolítið svona flash-karakter, svona speedster, gæði sem getur hlaupið mjög hratt. Hann hleypur á konu á þessu mikla hraða. Svo hún náttúrulega bara... Hún bara splundrast. Já, þú veist, hún fer bara í tæli. Já, það kom bara blóðbað og hún sprakk bara framan í kærasta sinn og... Já. Þannig að þú kannski svolítið að lýsa þannig. Já, ég er mjög hrifinn af því og það er pínu í öðru tölblaðinu, sko. Þá fer ég bara all in í að explora það, sko. En hvað er það að gefa út mörg svona hefti? Ég fyrsta tölblaði var að bók sem var gefin út og þú veist, ég er nokkuð viss hún sé enn í sölu í Eymundsson af Froski útgáfu, en hún seldist náttúrulega ekki neitt svaklega vel og ég er náttúrulega mjög lélugur að auglýsa mig og annað. Það er alveg, það er bransi. Það er mjög erfitt, sko. Og líka sem listamaður, þá ertu mjög svona, þú veist, ég er ekkert nóg góður og... Maður er alltaf þannig. Já, þú veist, bara, þú veist, fólk hefur ekkert áhuga á þessu og svo er maður bara, nei, þú veist, ég er að reyna að selja þetta, hvað er ég að segja við sjálf á mig, skilur við? Og þetta er geggjast. Já, takk og ég er ekki búin að lesa þetta, en ég bara teiningan eru geggjaðar. Já, og akkurat, og svo gerði ég, sko, annað tölublaði, náttúrulega með að við vorum að selja þetta og við gáum út, annað tölublaði fyrir, Comic-Con, pre-Covid. Einmitt. Og þú veist, þessar bækur sem við út með núna, eða tímarit, þetta eru svona limited edition, bara, þú veist, þetta er bara sér prentað fyrir miðgar, sko. Og Já, það er ekki Nexus-stefið? Nei. Jú. Er það ekki svona... Já, svona Comic-Con eventið frá Nexus. Já, svona festival á Íslandi í rauninni. Akkurat. Og annað tölblaði fékk skemmtilega viðtökur þar, sko. Okay. Og sem var bara frábært, æðislegt og bara takk allir sem hafa verið að styðja mig og kaupa. Og en við ákveðum að setja það ekki í búðir og gera þá bara frekar eina bara huge bók. Og ég er náttúrulega að reyna að klára það núna, sko. Og þú veist, það eru þá, þetta verður örugglega 80 pluss blaðsíður og þetta verður bara svona þykk bók eins og landvarabókin. Já, þetta verður svona, þetta verður alvöru, þetta verður ekki bara svona lítið tölblað. Nei, þetta verður ekki svona bara, þú veist, pínu svona preview eða þú veist, þetta bíða, þú færð bara allt í hendurnar og færð að lesa allt og ég er svo hrifinn af því, ég vil líka að fólk fái bara sem mest fyrir peningin, sko. Ég er sammála, ég get ekki hægt að skoða bókina. Já, það er ekki alveg. Fyrir þá sem er að hlusta ástæðan, ég segi ekki mikið, því ég er bæði að hlusta því fannar, að ég er að skoða teikningarnar. Já. Þetta er ekki ekki. Já, ég er sammálar. Ég kaupi aðalega bækur. Það sem safna saman kannski 5 tölblöð. Akkurat. Af því maður spænir sér bara gegnum svona stuttum tíma. Já, þú ert bara í hálftíma kannski að skoða yfir þetta. Já. Og þú veist, þú ert kannski í 15 mínútur að lesa yfir þetta allt og svo eru öðrum 15 mínútur að fara aftur yfir og skoða listina, skilur. Ég er mjög mikið þannig. Já, nákvæmlega. Ég er líka farin að eftir því sem að ég eldist og les kannski fleiri teiknumyndasögur. Svo fyndi ég gerði þetta mikið þegar ég var úlingur, svo datta aðeins niður svona tíma og svo kom þetta bara aftur bara full force og ég fór að lesa svo mikið af teiknumyndasögum. Ég á ekki safn heima, vestlamind mikið í Nexus, en eftir því ég eldist þá fer ég að eyða meiri tími að skoða teikningarna. Já, það er akkurat það sem ég gerir núna. Já, þú ert alltaf eins, þú ert að teikna þér sjálfur. Þegar ég skoða þetta, ég bara hugsa með mér, ok, teiknarinn
eitthi fleiri klukkutímum í að teikna þetta, þessa síðu, þennan ramma. Ég get alveg sýnt honum þá virðingu að skoða þess það sem hann teiknaði. Þetta er mjög mikið, sko, það eru allan það sem ég er búin að læra sem listamaður, sérstaklega sem comic book artist, er það mjög mikið á römmum eru listamenn bara eitthvað, ok, þú veist, þarna þarf hann eiginlega ekkert að taka mark á neinu, þetta er bara headshot, þú veist, og svo ferði það bara, hvernig gerir ég headshoti spennandi, þú veist, út af því að þú ert að reyna að flýta fyrir þér í að segja söguna, en þú ert líka að reyna að láta ekki líta út fyrir að vera leiðinlegt. Það er svakalega erfið pæling. Þetta er basically bara eins og hvernig þeir gera kvikmyndir. Þú veist, er ég að fara að gera upshot eða downshot eða er þetta bara close-up á andlitið eða þetta er furðulega mikið, sérstaklega, þú veist, eftir að ég er búin að teikna meira og meira, sko, hvað þetta er líkt kvikmyndabransanum með að leikstýra. Þú veist, þetta er náttúrulega, mér finnst þetta æðislegt, út af ég hef áhuga á þessu öllu. En þú líka gerir allt, það er eins og þú sést handriðsöfundurinn, þú ert leikstjórinn, þú ert framleiðandinn, þú ræður skotánum. Já, ég fæ að ráða öllu. En náttúrulega bara vesti er að, þú veist, þetta er saga sem ég skrifaði þegar ég var 18 ára fyrst. Hún hét The Reaper fyrst og þá var hann með svona pínu svona Venom-krafta og ég bara, þetta er alltaf nálægt Marvel, ég verð að breyta öllu. Já, var það? Já. Varst þú undir miklum áhrifum frá þessu tímismennum? Já, miklu áhrifum og sérstaklega þegar myndin kom út og þú veist, það var næst það var eins og senurnar frá það sem ég skrifaði voru bara teknar og settar í myndina og þá var ég bara, shit, ég þarf að breyta og bara fullt af dóti, sko. En í stuttum máli, hvað er þessi saga? Gen 01? Þetta er þessi saga mann sem að er bara, þú veist, bara á versta stað í lífinu. Hann er nánast heimilislaus, vinnur okkur hamborgarabúlu, skilurðu, og þunglindur og bara, þú veist, það er bara allt í kúk hjá honum. Okay. Og hann er rændur og hann er hann endar sem tilraunadýr. Okay. Hjá svona klikkuðu fyrirtæki, skilurðu, sem er að reyna að búa til svona high-tech riddara eða soldiers eða eitthvað svona fyrir Svipa Wolverine kannski? Já. Þetta er svona minnipín á Wolverine, sko. Og hann náttúrulega endar það sem tilraunadýr dýr og svo náttúrulega sleppur hann og hann er basically að náttúrulega bara, sagan er bara það að hann er reyna að koma sér í burtu og hann er náttúrulega bara að fríka út af því að hann þú veist, drepur fólk og eitthvað, þú veist, alveg bara, þú veist, hann rífur í sig vondugæðina, sko, og hann er að reyna að fikra þessu út, sko, hvað er í gangi og að reyna, þú veist, bara að sleppa, sko. Og það er allan það sem þessar tvær eru sko. Og svona aksjón. Já, þetta er bara, þú veist, ímyndaðir, þú veist, einhverja svona overhyggju B-mynd, það er eiginlega bara þessi myndasaga, sko. Þú veist. Það hljóma vel. Já, þú veist, þetta er bara aksjón, þú veist, og þetta er náttúrulega bara ég að uppgöta mig sem rithöfundur, svo það er mjög mikið af svona asnalegum rithöfundamistökum, skilurðu, en þú veist, þetta er náttúrulega bara fyrsta myndasagan sem ég gerði og þetta er pínu svona barnið mitt, skilurðu, og þú veist, ég vil bara sjá þetta til enda. En þegar þú byrjar á þessu, kom til grein að fá hvern annan til að skrifa, eða varstu bara þá, nei, ég ætla ekki að allt? Já, ég sko, frá því ég var táningur, þá hef ég verið að gera myndasögu, sko, og það einhvern veginn bara var aldrei bara pælingin hjá mér að fá einhvern annan. Þér langar alltaf að skrifa þetta líka? Þetta var bara svona, þú veist, hver annar myndi skrifa þetta, þú veist, er þetta ekki bara ég eða? Já, þannig að þú lítur ekki bara að þau sem bara teiknara? Nei, þú veist, ég náttúrulega líti á mig sem fyrst og fremst teiknara, en mér finnst mjög gaman að skrifa og vera svona í handritssmíðum og það besta við að búa til myndasögur er að þú getur gert allt, þú veist, þú getur verið leikstjóri, þú getur verið rithöfundur, þú getur verið listamaður og þú veist, þetta er bara allt sem ég hef áhuga, þú veist. Og þú getur ekki haft kostur við eins og myndasögur eða bækur, þú getur haft gameskip, þetta getur kostað $100 milljónir. Já, að búa til myndina, skilur. Að búa til myndina, en þú ert ekki að pæla því. Nei, þú veist, ég bara bý bara til allt það sem mér langar að búa til og bara, djöfull, þetta er góð mynd. Já. Þú veist, þetta er akkurat það sem mér langar að sjá, þú veist. Og svo labbað þú bara frá þessu bara,
geðvægt ánæður. Já, ég las ekkert svona George R.R. Martin sem gerir Game of Thrones Já. að hann hafði bara skrifa fantasy-sögu og hugsa með sér, þeir geta aldrei gert bíómyndur svo að þætti, það skiptir engum máli, ég ætla bara að gera fantasy-söguna sem ég myndi vilja sjá. Akkurat, eins og ég vil hafa hana. Já. Ég held að mjög mikið að listamönnum, kvikmyndagerumönnum og öllu þessu setti sko, sem fer út í þetta, það hugsa svoleiðis. Ég meina, ímyndar að vera kvikmyndagerumæður og þurfa ekki að hugsa budget, þú ert ekki að hugsa hvað það kostar. Þú ert í rauninni þannig stöðu þegar þú ert að búa til eitthvað svona. Já, algjörlega. Og þetta bara, mér finnst þetta ógeðslega gaman. Þetta tekur náttúrulega feitan tíma í burtu fyrir þér. Alveg bara, bilaðan tíma, en leiðu vart komið þetta í hendurnar, þá var þetta svo mikið þess virði, sko. En líka því að þetta er svo mikil ástríða hjá þér. Já, algjörlega. Þegar maður að gera eitthvað sem maður elskar, já. þá er maður eiginlega alveg sama hvað maður er svona nokkuð þegar mikil tími í það. Já, það skiptir eiginlega ekki máli, sko. Nei. Þú einhvern veginn tekur ekki eftir því, sko. Fyrsta skiptið það sem ég byrjaði að telja tímana var þegar ég var að gera landverðina. Og þá tók ég alla tímana upp í endan, sko. Ég held að þetta, ég er að taka þessa tölupínu svona út úr rassinum á mér, sko. Þetta er bara svona gróf námyndun, sko. En það var í kringum 1200 tímar, sko. Það teikna alla bókina. Já. Þetta er náttúrulega bara, þetta er bara árslaun, sko. Þetta er bara ársvinna sem fór í þetta. En segir maður aðeins frá því verkefni, af því að Dagur Úlfar komið til mín. Já. Og þeir sögðu mér svona sína hlið. Já, akkurat. Ég held að hann fundu Jen. Já, hann fann fyrstu bókina. Já, í Smáralindi eða Eymundsson eða eitthvað. Akkurat. Hann bara, þetta er gaurinn. Hann hringdi í Úlfar, bara þeir hafðu samband við þig. En hver er þín upplifun? Hringir bara í þig, sendur skilaboð, fyrstu e-mail? Já, mín upplifun var pínuð, sko, þeir senda mér, sko, message bara á Instagram. Út að ég náttúrulega auglýsi Instagram mitt þarna í bókinni. Já. Sem var náttúrulega mjög sterkur leikur hjá mér. Já, að gera. Auglýsum áfram. Já, algjörlega. Sem er, bara bæti því við núna, Ice Comics. Já, það er ég á Instagram. Endilega fylgið fannar þetta er alveg flotta teiningar og svona. Takk fyrir. Og ef þið eru ekki að fylgja Bíóblaðri akkurat núna, þá er ég mjög svekktur. Af hverju ert að hlusta á okkur núna, sko, í alvöru. Fylgja Ice Comics, Bíóblaðri, Instagram. Ok, þannig þeir senda skilaboð á Instagram. Já, þeir senda með skilaboð á Instagram og bara eitthvað, hei, við erum með verkefni og steytir landverðirnir og hefur áhuga á að gera það fyrir okkur. Og ég er svona, já, ég er náttúrulega ennþá að vinna að þessari, sko, og var svona pínu, ekki 100%, sko, en ég samt hef áhuga og svona biðja að útskýra frekar og þeir útskýra verkefni og segja, við ætlum að okkur langar að geta búið til íslenskar ofurhetjur og svona pínu svona kid-friendly og ég bara, ok, íslenskar ofurhetjur, það er það sem ég er að gera akkurat núna og þarna kem ég mér í burtu frá að skrifa handrit sem ég aldrei pælt í, en þetta geti flýtt fyrir og Já, þú þurftir henni bara að hugsa til bara, mikil vinna samt, en þú þurftir ekki að skrifa þetta. Nei, og var ég komið með einhverja fleiri lið með mér og ég var pínu svona, já, ok, þetta er bara eitt verkefni og við skulum bara spjalla við það og sjá hvað ég segja. Hittur þá eða? Já, og hittust við á fundi, fyrir niður í fjörðin, sko, og fáum okkur kaffibolla og spjöllum saman og þeir akkurat segja mér að þeim langar að gera þetta og vilja síðan gera einhver svona góðverk og gera eitthvað fyrir barnaspítalann og ég bara, já, ok, það er ógeðslega cool. Já, þetta hljómar geðveikt cool, og bara sendi mér eitthvað sögunileg bara að fara yfir og þeir náttúrulega treysti mér ekkert alveg 100% held ég, sko, sem ég skil, sko, ég var ekkert alveg 100% af þeim heldur, sko. Svo ég fekk bara svona smá bút af handriti og þeir spurðu mig hvort þeir geti gert pröfusíðu og ég bara, já, minnstamál, geri pröfusíðu og hanna fyrstu 2 karakterina, Atlas og Asar og Asar var náttúrulega bara Já, þú ger ekki af hann fyrst. Nei. Þú gerir það Atlas og svo Vondakallin. Já, ég gerði þið, sko, út af þeir voru eiginlega fyrstir í handritinu, sko. Og þeir sendu mér akkurat, sko, þegar Asar var að búa til eldgósið í sögunni. Þess að hann var að lyfta upp eldgósi og Atlas er að hlaupa til hans. Og karakterinn Asar heitlaði mig alveg geðveikt, sko. Flottur vondukall og bílaslega flott hönnun sem ég gerði á hann, sko. Og
Það líka cool að hafa svona elemental dót. Já, Ég fíla það. akkurat, og þú veist, og þeir lýstu aðeins hjálminu fyrir mig og bara eitthvað, já, ok, geð gaman að gera hjálmið hotn og setja síðan einhvern eldnött á ofan hjálminn og þá eftir það, þá bara, þú veist, vorum við bara 100% inn, sko. Bara allir þrír bara all in, þetta bara verður að verða að veruleika, sko. En þeir líka, Dagur og Úlfar, þetta eru svona fínir strákar. Þeir eru ógeðslega næs og þú veist, þeir eru frábæri gaurar og þeir eru alltaf tilbúnir að þú veist, aðstofa mig ef ég þarf og þú veist, ég man á tímabilið þegar ég var alveg deyja, sko, ég var að taka sko 12 tíma tarnið, sko, og stundum tók ég sko 18 tíma út af því, þú veist, þetta bara átti að vera tilbúið fyrir nóvember og ég átti bara geðveitt mikið eftir, sko, þú veist, og ég var það, þú veist, einhvern veginn bara klappraði þessu öllu saman, skilur og þeir eitthvað, þú veist, henda á mig nammi og bara tjekkin og bara, hvernig ertu góður, er eitthvað sem við getum gert Þeir geta alltaf ekki teiknað þetta, þeir geta ekki litað þetta pínu sökkaði, sko, en það var náttúrulega frábært að hafa þennan, sko, stuðning á bakvið, sko. Þetta var svona moral support. Já, og svo náttúrulega, þú veist, sjátt á konuna mína líka sem bara, þú veist, hún náttúrulega bara svo sem eiginlega kom mér inn í þetta. Ég held að ég myndi aldrei, þú veist, ég var pínu svona standi í stað, skilur við, þú veist, ég var ekki alveg viss hvað ég vildi gera. Bara í lífun almennt, já. Þú veist, ég var að vinna, reyndar ennþá að vinna sem svona örgisvörður, sko. Og og þú veist, og þetta var alltaf bara svona, þú veist, sem ég gerði svona á hliðinni, sko. Og bara það að hún hafi, sko, skuttlað þessu til útgefanda, bara, en alltaf bara æðislegt. Þú veist, talandi að vera með góðan partner, sko. Þannig að hún hefur bara, og ég hefur haft græna lengi, bara óbeinandi trú á þér og þínum hæfileikum. Já, hún bara, þú veist, hún bara hefur alltaf verið að svona íta mér áfram, svona, já, farið, gerðu þetta, hvað gerir ekki þetta? Þetta minn með pína, ég las Stephen King bók. Já. Og þetta er ekki rauninni skáldsa eftir hann er rauninni að kenna mann að skrifa og segir aðeins svona frá sinni ævi. Já. Og hann talaði um það, hann skrifaði Carrie, sem var síðan fræði bíómynd. Og hann var bara óanað með hana, hentir í rustu. Konan hans tekur upp þetta handrit sem hann skrifaði, las það nóttina, svo þegar Stephen King vaknar daginn eftir, þá segir hann við hann, herru, þú skalt að gera eitthvað með þetta. Þannig að hljómar svona eins og, er þetta kærastan eða kona? Kona, já. Það hljómar svona kona þín, sé svona sami harði stuðningsmaður eins og kona Stephen King. Já, algjörlega, þetta er bara, þú veist, og náttúrulega fjölskylda minn líka, sko, en hún er pínu svo sem, sko, sparkaði í rassinn á mér og bara, þú veist, ef þú ætlar að gera þetta, þá þarft að fara á all in. Og maður áttaði sig ekkert á því, þú veist, við vorum náttúrulega bara kærustupar þá, sko, 22, 21. Og svo akkurat þegar við giftumst og hún hafi sendt þessu til útgefa bara, já, þú veist, hann fílaði söguna og allt það og núna verður eiginlega bara að, þú veist, þú ert búin að fá já, núna verður eiginlega að gera þetta. Þú ert ánægð með hana? Já, mér finnst það æðislegt. Hvað heitir hana? Hún heitir Paula. Paula? Já. Shoutout á hana? Já, shoutout á Paulu. Þessi þáttuð til einhver henni? Algjörlega. Ég meina án hennar, þá kannski væri þetta ekki eins og til, þú hefði kannski ekki teiknað landverðina, hefði kannski hitt Úlfar á dag og kannski væri ekki eins og þætti. Bara, ég held að það væri bara þannig 100%, sko. Alveg bara algjörlega, sko. Það er mjög fyndið hvernig einhvern veginn bara lífið þetta bara, þú veist, stýrir manni. Já, þetta var svo furðulegt, sko. Ég var alltaf bara, á bakvið, þú veist, svona lunchroom, þar á bakvið eitthvað að rissa í einhver blöð og svo krumpaði saman blöðun og fleiðið mér uslið, skilur. Var aldrei með skissubækur eða neitt, sko. En þetta er svo skrítið út að ég var með svo bilaðan áhuga að teikna. Svo akkurat gerist það eins og með þig og myndasögurnar. Hann bara svona hvarf. Ég bara byrjaði að einbeita mér öðru, þú veist, byrjaði bara að geða þetta fyrir ræktina og þykjast vera þessi, þú veist, svona svali pegi, sko. Ekki nördin. Nei, akkurat, þú veist, ég var svona að reyna að íta nördanum í burtu, sko, þú veist, ég skammaðist mér pínu fyrir að vera nördi, sko. Og svo, þú veist, náttúrulega hitti ég konuna mína og hún bara, þú veist, nerd away. Ánægð með hana, maður. Já, mér finnst það æðislegt. En þetta er ómetanlegt að hafa svona stuðning. Algjörlega, þú veist, og hafa fólk sem þú veist, trúir bara 100% á þig og elskar þig fyrir að vera þú veist, þú þarft ekkert að þykjast verið einhver annar en þú ert. Mér finnst það hjálpa alveg gífulega. Mér það gerir það. Að því að gera líka eitthvað svona, eins og þú sagðir áðan, með tíma sem fer í þetta. Það er alveg erfitt. Ég myndi að kona þín væri andstæð það sem hún en hún væri bara svona... Já, akkurat alltaf eða einhvern 12 tíma á dag að gera þetta. Þú veist að teikna einhverja teikni, hún hefði alveg getur þannig. Já,
algjörlega, sko. Það ekkert allir makar, hvort það kona eða kall, sem styðja maður svona svakalega. Nei, það alveg rétt, sko. Þetta ómetanlegt, ég alveg tala. Algjörlega, sko. Og hljómar eins og þú, sért í rauninni, kannski fattar þetta svona setna meir, bara, hvað það var mikilvægt. Já, algjörlega, sko, sérstaklega þegar ég er komin á annan stað núna, sko, ég er búin að gefa út bækur og þú veist, það mætti þannig sem ég kalla mig svona semi-successful hérna á Íslandi. Þú veist, þegar ég færi út, þá var ég ekki neitt, sko. Nei. En þú veist, bara það að hafa gefið út, þú veist, 2 bækur og hérna, 2 tölublöð, að hérna, þegar maður horfður tilbaka, þú veist, ef maður ekki verið með, þú veist, stuðning frá fjölskyldu og konunni það hefði aldrei verið að vera líka, sko. Nei, og þú ert líka búin að gera meira en 95% af fólki. Já. Skilur veist, já, þetta er alltaf það sem kona mín segir líka, sko. Já. Það er bara, þú veist, þú er búin að gera miklu meira en margir aðrir, þú veist, verður stoltur af því. Verður bara stoltur af þessu öllu, þú veist, þetta er hellingsvinna, þú var kjarkt þess að gera þetta, fylgja þessu eftir, bara ekki hætta, en ég ætla að spyrja þig, ertu lærður teiknari eða ertu bara búin að kenna sjálf þér? Ég fór í listabraut í FG og hérna, það var ógeðslega gaman og ég lærði ógeðslega mikið af því. Sjátt á listabrautinu í FG, hérna, það eru mjög margir góði kennarar sem ég lærði af. En hérna, þetta, þú veist, það sem ég lærði var mjög mikið bara svona yfirborðsgrunnur, þú veist, lærði að skúlptúra, lærði svona grunnform og eitthvað svona. Já. Öll restin, hvernig ég lita og hvernig ég ger allt, þetta er allt self-taught á YouTube, sko. Já, þú ert bara að YouTube eitthvað vídeo. Já, bara endalaust að YouTube vídeo, byrja einhver verkefni og með því að byrja verkefni þá þarf ég alltaf að íhuga bara, já, hvernig gerir þetta skot? Hvernig gerir þetta skot? Hvernig teikna ég þetta og hvernig gerir ég þetta? Þá lærir mig að gera verkefni, sko. Það er svo geggjað. Já, þetta var bara, þú veist, það var akkurat ástæðan ég byrjaði á þessari. Þegar þú teiknar þetta, teiknar þetta fyrst bara með blýanti, ég meina, þú ert ekki strax að teikna þetta í tölvu. Hvernig virkar þetta? Það er, þú ert að fara bara deep dive í listanördaðan, sko. Já, mér langar bara að vita hvernig ferlið er. Já, ok, ég er búin að breyta ferlinu alltaf mikið, en þegar ég gerði fyrstu, þá handteiknaði ég þetta allt bara í skissubók. Já, bara með blýanti og bara á blað. Já, og ég átti ekki skanna, svo ég tók bara síma minn og tók myndir og setti það inn í tölvu og svo blekaði ég þetta í tölvunni. Er það þá, ertu með svona teikniborð? Já, ég átti svona mjög cheap teiknitablet og náttúrulega bara Windows-tölu og svo er ég með frábært forrit sem ég fann mjög ungur sem hét Clip Studio. Ég held að heitir Clip Studio núna líka. Já, það hét Manga Studio og heitir Clip Studio núna. Og þetta var mjög svona gróf útgáfa af Photoshop, kostaði lenga pening að eiga. Þú veist, ég borgaði 2.000 kall á mánuði til að hafa það, sko. Og ég gerði síðan bara restina í því. En núna, fyrir 2 árum síðan, fyrir 2 ári síðan, þá keypti ég mér iPad Pro 2018 mótilið og það er bara búið að gjörbreyta öllu hvernig ég vinn. Bara, þú veist, ég nota ekki fartölu lengur, og Clip Studio virkar í því og Teiknar ekkert lengur á blað? Nei, núna er ég bara með iPadið minn og ég bara, út að ég ferðast alltaf mikið, sko, og það er konu mín í námi úti og ég er mjög mikið að ferðast á milli Bandaríkjanna og hingað og hún á fjölskyldu út í Brasilíu svo ég ferðast til Brasilíu stundum og ég er svona, þú veist, út allan nöttin eitthvað pínu og það er náttúrulega æðislegt að geta bara tekið upp eitthvað svona þunnt spjald og bara byrja að hakka niður einhverju vinnu, skilur, í frítímanni. Líka því að iPad Pro er aðeins stærri, eða ekki? Jú, hann er aðeins stærri og það sem gerði bara allt fyrir mig var það að þeir eru með Clip Studio líka í því og núna borgaði ég þessar 2 skall og ég er náttúrulega á ennþá Windows-tölunum mína og ég á til að fara í hana ef ég þarf að gera eitthvað svona sem að ég er ekki alveg klára á iPadinum sem gerist minn og minna núna, ég er ekki búin að snerta töluna mína í hálft ára eða eitthvað. Fastist ekkert? Nei, eina sem ég ger er að horfa á myndir og þætti og teikna, þú veist. Svo að spjaldtalan er bara fullkomin. Já, nákvæmlega, þú getur gert þetta allt í þessar tölu. En ég fór bara velta fyrir mér að því að ég var yngri, þá var ég aðeins að fikta að teikna. Ekki nærri samanlega og þú. En ég prófaði síðan eitthvað svona fikta með svona, eitthvað svona penna og eitthvað svona spjaldtölu og eitthvað.
Mér fannst ég ekki ná einhvern veginn, ég skil ekki hvernig ég geti þetta. Já, það var mjög óþægilegt sko þegar ég var með tabletin. Út af ég sko, ég er að horfa á skjáin hérna og svo er ég að teikna sko tabletinum hérna. Svo ég er að teikna svona sko. Já, en í iPadum þá teiknar bara... Já, þá liðir mér eins og ég sé bara að teikna á blað. En finnst þetta vera eins? Já, þetta er orðið sko, þetta er skeri hvað tæknin er orðin góð í dag með þetta sko. Þetta er alveg bara, og stundum sko, ég hræði mig stundum með þetta, þegar ég er að skissa bara á blað og svona, að þá reyni ég að tvíklikka eins og ég ætla á iPadin. Þú veist, ég er náttúrulega bara með iPadin að teikna og svo reyni ég bara að tvíklikka á blaðið og svo er ég bara, hvað er ég að gera? Þetta er blað, farvar. En finnst þetta miklu þægilega? Já, þetta flýtir alveg gífurlega fyrir, sko. Þú veist, bara það að ég geti bara, þú veist, oft þegar þú ert að gera myndasögur, þá er þetta svona thumbnaila, þá er þetta bara svona Óli Prik fígúrur, skilur sem þú ert að gera og þá er þetta oft bara búið til svona pínku litla dálka og í staðinn fyrir að náttúrulega búið til lítinn dálka, bara summa ég geði þetta út og gerir bara, þú veist, á alvöru blaðið og svo getur náttúrulega bara summað inn og byrjað að teikna yfir. Og þegar þú getur summað inn, þá getur þú bætt við alls konar smáatriðum væntanlega. En penni sem notar? Já. Það er væntanlega sérstakur penni, ég veit þetta er ekki venjulegur penni. Nei, þetta er svona iPad pencil. Er þetta sérstakur iPad penni? Já, og þeir framleiða þannig? Já, og þeir framleiða það og þetta er rosa æðislega tækni núna að þessi gamli þá þurftur alltaf að hlaða hann sko. Hinn nýji sko sem ég er með, hann er bara með segul og setur hann bara á toppinn á iPadinum og hann hliðir sér bara sjálfkrafa þar. Nei, getur bara skilin eftir þar yfir nótt eða eitthvað? Já, þú er bara svona automatic gamer hann alltaf þar og hann er bara alltaf í hleðslu. En hversu nákvæmt er þetta? Þetta er bara eins nákvæmt og að teikna á blaðnæsti, sko. Þetta er bara crazy, sko. En er engi kostuð það að teikna á blaði? Sem hefur umfram í rauninni að teikna í tölvu? Jú, þú veist, hvað er það? Kosturinn við það er, þú veist, eins og þegar ég gerir þessa skissu, er basically að þú færð að leika þér. Þú veist, þú ert með öll þessi tæki og tól, þú veist, þú ert með alls konar túlsliti og alls konar drasl og þú getur, þú veist, tekið blek og þú veist, svona splattir að ég vona blaðið til að gera einhver svona cool effekt. Er þetta á iPad Pro? Nei, á blaðið. Já, bara blaðið? Já, svona traditional. Ok. En ef þú ætlar að vera með iPad Pro, þá þarfst alltaf að búa til, þú veist, þetta, þú veist, þú þarfst að búa til eða downloada frá einhverjum öðrum, þú veist, þá svona splatter effects eða... Já, eitthvað svona effekt. Já. Just, í staðin fyrir að þú getur náttúrulega bara, þú veist, hoppa bara út í næstu búð, tekið ég blað og tekið ég eitthvað blek og þú veist, gert þetta bara, þú veist, með handaflið, sko. En í dag, þegar þú teiknar, já, þá ferðu oftast í bara á iPad Pro-in? Já, ef ég gerir professional vinnu, ég er mjög mikið hrifin af því að skissa og svona. Já, það er það bók. Já, þú veist, þá er ég bara með skissubækur og það ég nenni ekki að, þú veist, þetta er oft svo fyrir í iPadum, þetta tekur náttúrulega minni og pláss og eitthvað svoleiðis og mér er svo gaman að leika mér og þú veist, og ég er náttúrulega alltaf að læra, þú veist, ég er alltaf að skoða á YouTube og læra og þá finnst mér æðislegt að geta bara horta á eitthvað YouTube-vídeó og bara, þú veist, kopía það sem hann er að gera og reyna að læra því bara í gegnum skissubók. Já, bara svona æfingabók, þú bara leikar að gera eitthvað. Já, og það sér enginn það sem ég er að gera og ég er reyndar á til að fyrir það sem hafa áhuga að setja ógeðslega ljótu skissurnar mínar á Instagram. Ég veit að það er ekki mælt með því, en ég vil að fólk sjáu, þú veist... Ferli? Já, þú veist, hvað þú ert að gera, þú veist, af hverju ertu komin hérna í að teikna svona, og þú veist, fólk fá að sjá ógeðslega skissurnar áður en að ég gerði þessa flottu. En eins og með Lanterna, þið ætla að gefa út aðra bók. Já. Og þegar ég fekk strákan til mín, þá var það bara ekki, já, hvað nákvæmst að gera aðra bók? Og þá var það nýbúin að lýsa hvað það mikil vinna, sérstaklega fyrir þig. Gífurleg vinna. Og ég hugsaði með mér, er þið búin að spyrja Fannar? Er hann búin að segja já þessu? Þannig að hversu erfitt var fyrir þá að samfæra að gera bók nr. 2? Sko, þeir voru búin að pota þessu eitthvað í mig, sko. Og svo náttúrulega heyri ég þetta í podcastinu og ég er svona hrist hausinn, hvað? Nei, það grínast, þeir voru bara að gera aðra bók, eða? Nei, Jesus Christ. Ég spurði þá, ég sagði, er Fannar frá heiði það núna í fyrsta skipti í þessu þætti? Já, og þú veist, þeir voru svona, já, nei, já. Þeir voru svona pínu svo eftir á, þeir voru búin að pota þessu aðeins í mig, sko. En ég var aldrei búin að segja já, eða, þú veist, þetta var aldrei orðið eitthvað svona staðfest, sko. En náttúrulega, fyrsta bókin var náttúrulega ógeðslega mikil vinna, en það var náttúrulega ógeðslega gaman að búa hana til líka og sjá alla krakkana njóta þess. Já. Og svo náttúrulega fórum við daginn og gáum 500.000 upp í barnaspílara Hringsinn sem var bara,
það var svo cool, þú veist, og ég er náttúrulega bara eins og algjör sauður hérna ég er náttúrulega á enga myndagræður eða neitt og ég, hérna, fyrir jólum þá fór ég í Apple og keypti mér svona lítinn mic og svona tripod til að taka mig upp að teikna og ég alveg eins og hundur að taka þetta allt upp, sko, þá að gefa þetta og hérna, þetta var með því svalara sem við höfum gert, sko, og fá viðurkenningu frá hérna spítalanum var bara æðislegt, hlakka til og við fengum bara svona blað og bara sjáta á þetta á barnaspítalar hringsins og hérna, það var bara takk fyrir mig og hlakka til að fá að ramma það upp, sko. Mér mamma líka þegar ég sá þetta á Facebook fyrst, þá sá ég eitthvað 2 gæja dagúlvar, í einhverjum ofurðsbúning, eitthvað til náttúrunni, hvaða gaurar þetta? Ég akkurat, ég sá það fyrst og ég var svona, þetta er pínu silly en þeir verður að gera þetta, þú verður að byrja í einhver stað, sko. Algjörlega. Ég hef aldrei þórað að fara í búningin sjálfur og gert þetta, sko, og ég var svo þakkláttur fyrir að þeir höfðu verið þeir sem gerði þetta, sko. Bara þeir eru hetjurnar sem nefndi að fara í einum búning, sko. En mér finnst bara svo gaman þegar fólk er að gera eitthvað cool. Já. Og ég sá þetta og þá fór ég aðeins að skoða þetta. Já. Fann það á Instagram og það seldi eitthvað viðtal við og gefa þetta barnaspítalans, mér finnst það ekki að töff. Já, það var akkurat það sem seldi mig svo mikið. Já, að ég bara eitthvað, vá, hvað það er. Já, bara óeigingjant. Já, það var cool. Gefa spítalana bara fullt af pening og þið er að framkvæma eitthvað, gera eitthvað. Þannig að ég hugsaði verið, ég prófa að tala ég sendi á dag. Já. Ég komið þáttinn. Þegar ég kostur við svona podcast, þó þetta er bíóblaður, þá ég að fá líka alls konar nördatimmin og bara spjalla skemmtilegt fólk. Svo voru þeir bara ógeðslega fínir og ég talaði eitthvað aðeins við þau á Instagram og ég var bara, vá, hann virkar líka mjög fínt gæði sem að tekna. Ég er svo glaðar á þessu komin í dag. Já, bara takk kærlega fyrir að hafa mig. Ég er bara ógeðslega stoltur eða svona uppið með mér að fá kominga. Mér finnst það vera ógeðslega cool. Já, mér finnst geggjað, þér finnst það geggjað. Já, mér finnst þú líka vera gegg cool gaur og gegg næs að tala við á Instagram og allt þetta, sko. Takk hérlega. Við bara rósa okkur öðrum í restina af þættinum. Nei, það er svo gaman að vera umkringdur jákvæða fólki. Já, algjörlega. Og það bara gerir helling. Og ég markvisst vera að breyta hjá mér. Ok, ég er ekkert að segja að vera sjúklega neikvæður. Nei. En ég er svona að breyta, ég er að vera aðeins jákvæðri. Já. Og rósa fólki meira og láta þetta aðeins fókusa meira á eitthvað skemmtilegt. Já. Eitthvað svona uplifting að því manni líður bara eitthvað neginn mér líður bara betur. Já, þú veist, þetta gerir jafn mikið fyrir þig og það gerir fyrir hinn að fá hælið, sko. Já. Það er nefnilega málið og mér finnst að fólk oft gleyma því og svo finnst mér líka að það tekur ákveðið hugrekki að vera hrósafólki og þú veist, að vera jákvæður og vera að vinna í sjálfum sér. Þú veist, það er ekkert allir sem gera það, sko. Nei, og mér finnst það líka sérstaklega á Íslandi. Já. Því mér finnst Íslandinga að vera svo... Já, og við getum líka oft verið svo bæld. Já. Og þetta er svo ég lærið á sín tíma að skrifa handrit. Já. Og ég var bara eitthvað, lærið þetta í New York, ég var svo spenntur, ég var umkringdur þar fólki sem var bara, já, þú getur gert þetta er geggjað, þetta er flott hjá þér. Svo kem ég hingað til Íslands og það er bara eitthvað, það er að vinna þetta. Já. Hvað er eitthvað peningur þessu? Heldur þú að fá einhver tíma launaseðil fyrir? Já, og maður er bara svona, oh my god, ekki vera svona, eins og með þína tekníkar, kærastinn konan ekkert verið svoleiðis, hvað heldur getur eitthvað unnið þetta, hvað heldur getur eitthvað peningu þetta? Þetta er svo leiðilegt, maður. Það er það, þetta er ég er mjög feginn, sko, að ég hef verið mjög opinskár með það, en ég barðist mjög mikið, þú veist, hef verið að berjast mjög mikið á þunglindi í lífinu og þetta er sem sagt, þetta á til að vera pínu í fjölskyldinu hjá okkur og bara, þú veist, að hafa þú veist, fólk sem er tilbúið að sparka í þig þegar þú ert eitthvað, allt er umulegt og henni er ekkert að fara fram úr og eitthvað svona, sko. Og það hjálpar alveg gífulega, sko. Og það hvetur þig líka til að sparka í aðra í kringu þig og bara, hei, þú veist, gerði þetta maður, þú veist, vantaði hjálp, ég skal koma að hjálpa þér, ekki málið, þú veist. Og ég vil líka meina það að þú veist, að gera eitthvað skapandi. Já. Þetta gefur svo mikið, maður. Það gerir það. Þú líka bara vera að gera eitthvað. Vera að teikna, vera að skrifa, vera að gefa út. Finna fyrir einhvern svona tilgang, skilur, þú veist, bara, já, þú veist, ég er að gera eitthvað. Já, akkurat. Þú veist, og svo leið og nærði þessu markmiði, þá verður þú svo stoltur á sjálfur þér. Þú veist. Þetta er akkurat af hverju, ég held að mjög mikið af, þú veist, gaurum sem eru orðin bara ripped fari ræktina. Þú veist, þetta er bara, þú veist, þeir náðu ákveðinu markmiði og þeir eru núna að ná öðru markmiði.
Já. Þetta er nákvæmlega saman bækur, með skrift, meira þess að þú að gera þetta podcast, skiljur það er ákveðið markmið. Svo næsta markmið að þú klára næsta podcast átt og þú færð alltaf þessa jákvæðu tilfinningu eftir á. Algjörlega, og þetta er alltaf lítil skref. Já. Þú byrjar á því bara að teikna einn ramma. Já, akkurat, Svo eina blaðsjö, svo eitt tölblað, eins og með landarbókina. Nú er hún bara komin út, ég á þessa bók heima. Já, akkurat. Ég var reynda 200 þegar þið gáðu mér og þú teiknaði, mér varst það svo, veistu það, ég fór að gráta, mér varst það svo fallegt. Teiknaði mynda mér og mér þótti bara svo svakalega vænt þetta. Ég sýndi allir fjölskyldur þetta og þau bara, vá, hvað er flott, þetta er geðveikt. Það var mínu markmiðin á, mitt markmið var náttúrulega bara, að kæta þig og sína bara, hei, takk fyrir að, lefa strákunum að koma í þáttinn og, vera svona ógeðslega næs og almennilegur, sko. Og líka bara eins og ég veit ekki hvað varst lengi að teikna myndina mér. Já. Ég mæntilega ekki 1200 tíma. Nei, náttúrulega ef ég skissa svona, þá er þetta ekki nema klukktími 2 kannski. Ok, segjum það, kannski 20 tími í þetta. Já. En þetta gladdi mig svo svakalega. Já. Og ég er ennþá núna að tala um þetta. Þetta er alveg nokkru mánuði síðan ég fekk þessa bók og fekk þessa mynd. Og ég mun aldrei gleyma þessu. Nei. Þannig að þá kannski hugsa maður með sér, að ég vona að þú hugsa það. Já. Og þessum 2 tímum, ég Já, ætti þeim vel. Já, þau er bara mjög vel eitt. Þess vegna sérðu líka, ef þú ferð aftur, aftast, ég er alltaf með, og ég baði strákunum að gera þetta á þeirra bók, að hafa autt, svo ég geti teiknað á fyrir fólk. Já, síðan er auð. Já. Svo ég geti alltaf, gert eitthvað. Og það er, mér langar alltaf að gefa meira af mér. Og ég vil alltaf gleðja þeirra og ef ég get gert það með listinni minni, þá er ég bara alltaf að fara að gera það. Bara no questions asked. Það er geðveikt. En finnst þú að finna fyrir eftir að þú gerir landarbókina? Því að hún vaktar á athygli. Finnst þú að finna fyrir auknum áhuga eða fleiri fylgjendur á Instagram eða eitthvað svoleiðis? Algjörlega, ég einhvern veginn tókst mun meira á loft á að gera landverðina heldur en ég gerði þessa sögu, sko. Og við náttúrulega strákanir allir bara sem tóku þátt í þessu verkefni eru bara, sem náðu að auglýsa þetta svona vel, bara, það var svo vel gert. Það var bara, ég hef aldrei séð neitt svona vel auglýsað áður, sérstaklega sem ég hef komið með. Nei. Ég er alltaf bara eitthvað, nei, ég veit ekki hvernig ég auglýsa þetta og hvað ég að gera þetta svona. Þeir voru duglegir. Já, þeir voru ekkert smá duglegir og mér fannst það hjálpa alveg gífulega og ég náttúrulega fekk mun meiri athygli í bjóst við að fá, sko, og ég bjóst aldrei við að vera þekktur út á götu, sko. Er eitthvað með býði eða? Það hefur skeitt tvisvar fyrir mig. Einhver hefur svona potaðið mig bara, ert þú ekki landverðun? Bara, jú, Og það hefur komið fram í fréttablaðinu. Og tekið mynd af okkur 4. Mér, Stefáni, Degi og Úlfari. Það var úkslega cool. Já, það er geggjað. Já, mér fannst það alveg æðislegt. Og minn draumur er að ég ætla að stækja þetta podcast. Já. Og þetta verður svolítið spennandi ár. Þú verður komið nógu Sirius að verða að hjálpa mér og hundi fæ fleiri fyrirtæki og svona flott fyrirtæki sem að hjálpa mér. Geðveikt. Og fólk sem er að hlusta núna, bara endilega followa mig á Instagram og allt þetta og followa Bíoblæður, ekki mig persónulega, ég er ekkert að posta miklu persónulega, Bíoblæður. Og draumurinn er að fá þá ykkur, fá þig aftur, fá Dag og Úlfar aftur, eins og þeir gefa út bók nr. 2. Já. Og það, ég vil hjálpa ykkur. Bara gera það stærra. Takk kærlega fyrir og ef það er eitthvað sem við getum gert til að hjálpa þér, þá erum við alltaf tilbúinir að gera það. Bara koma og kjaftaði mig, þá er hjálp mér alveg helling. Já, það er bara minnstamál, sko. Það er ekki. Eða að fara hans í bíómyndir? Já, endilega. Ég er ready, sko. Þú ert ready. Ég bað þig að fylla út eitthvað svona top 10 lista. Já. Og gerður það? Ég skal segja það, ég er það mikið nörd að ég... Þú ert með að skrifa á blaði? Ég skrifaði á blaði lista fyrir alla þá sem horfa á YouTube. Ég gerði lista. Já, ok. Og mér finnst mjög leiðilegt að segja, en ég gat eiginlega ekki gert top 10. Ráðslega. Ég gerði þess að top 15. Ok, þá ætlum ég bara að skýra það. Top 15 með Fannari. Já, og bara svona notabene, seinustu 5 myndir á listanum er basically animated myndir. Okay. Og þær eru bara raðar eftir, hver góðar eru á senastu listum. Það er eiginlega að fá svona pínu svona sincere flokk. Er það 5 myndir og svo hitt 10? En þetta er samtals 15? Já. Ok, náður að ranka myndir eitthvað?
það eru allar rangaðar. Ok, þannig að mynd nummer 1 hjá þér, Já. finnst þér vera uppáhalds eða svona best? Já, þú veist, mér finnst það bara að vera, bara meistaraverk, sko. Ok, endum á henni. Ok, enda á ég að Já. fara öfugt. Já, við tökum fyrst nummer 10 Já, og það er líka gaman að því þú rankaðir. já, Það er margir sem koma hérna sem eru með svona top 10 lista, já. þeir ranka ekki myndina. Já, það var nefnilega það sem ég átti svo erfitt með. Þess vegna var ég svona, þú veist, ég held að ég hafi verið bara einhverja sko viku með hann að lista eftir að þú gafst mér þetta verkefni. Bara, hvernig á ég að ranka þessar myndir? Varstu lengur þess að teikna landverðina? Örugglega. Liggur við. Þið náttúrulega svo mikið áhuga á þessu. Já, en mér finnst það bara svo gaman að ég persónulega, ef Já. mér var bóðið í podcast og ég hef verið beðin um top 10 lista, Já, þá myndi ég alltaf ranka þér. já. Ég Mér finnst held það að það gaman. væri bara ósköfu regla, sko. Mér finnst það gaman. Já, Ok, byrjum við það. ok. Og ég nefnilega veit ekki listaðinn. Já, og spurning er, viltu að ég byrji á animeta, Þú mátt vinna ráða. mig upp Þú mátt ráða. og fara síðan yfir í top 10? Þú mátt ráða þessu. Ok, ég segi, við förum í animeta út af því að Ok. það eru svo hardcore nördalegar að þú veist, ég var pínu hrættur um að þú kannski vissi ekki hvaða myndir þetta voru. Sko, ef þetta er eitthvað hardcore nördadót, þá getur þetta alveg vel verið, ég veit ekki hvað þetta er. Ok, þá hlakka mig til. Er þetta anime? Já. Allt saman? Nei. Ok. Þú veist, gæti, og ekki segja mér, en gæti ein mynd verið bara Toy Story eða eitthvað? Er þetta allt eitthvað svona underground? Ein myndin gæti verið Marvel-þemmu. Ok. Ok, ertu ready það? Ég er tilbúin. Ok, Komdu með það. hérna, Númer 5. númer 5 í animated listanum mínum er Ghost in the Shell. Ok, japanska myndi. Já. Mhm. Og hérna, þú veist, hún er náttúrulega bara æðisleg. Ég sá hana sko fyrir 25 ár. Er þetta ekki alveg 30 ára góða mynd? Hún er eldgömmul, sko. Já. Ég sá hana og Akira á söpum tíma. Akira, Númer 4, eða? ég ætla ekki eðilegja listanum. Nei, förum hægt við það. Ok. Ghost in the Shell, af hverju fílar hana? Hún er náttúrulega bara ákveðið meistaraverk og hérna, og bara þú veist það að þessi mynd sko inspæriði, þú veist eins og til dæmis The Matrix Já, og margar aðra svona myndir bara með sögutráðunum og pælingunum á baku sögunni, þú veist, hérna, ertu með sál eða hvað er líka með þinn og hérna, og hvernig virkar hausinn að þér ef þú ert hakkaður, skilur við, getur þú verið hakkaður ef þú ert manneskja, þú veist, bara þessar spurningar, bara, þú veist, gerðu þessa mynd svo gífurlega góða. Hvernig fæst það myndið með Scarlett Johansson? Sást hana? Já, ég sá Leikna. hana. Ég varð, þú veist, þú veist náttúrulega að tala við sko hardcore nörda, þú veist, sem er búin að vera að tala um myndasugur og líka með kvikmyndir líka, skilur við. Í mörg á. Já. Sko, ég náttúrulega var fyrir vonbrigðum. Ok. Þú veist, ég náttúrulega fer með ákveðnar væntingar þarna inn. En þau ná, hérna, mér fannst þau ná að fanga sálinni sem voru að reyna sko að segja í fyrstu myndinni. Fannst þú skemmtileg? Já, þú veist, þetta var ekki A-mynd, en þetta var fín B-mynd. Ok, þannig að þér varst hann ekki hræðileg? Nei, þú veist, og ef einhver ætlaði að horfa á hann og myndi bjóða mér að horfa á hann aftur, þá myndi ég klálega að horfa á hann aftur, og ef ég var í veikur eða eitthvað, þá myndi ég klálega að horfa á hann. En hversu mikill munur er á teiknumyndinni upprænlegu og svo leiknu? Það er svakalega munur. Það er Það er svakalega munur? Já, bara þú veist, hvernig sagan spinnar, hvernig karakterinn er, karakterinn Major er í animeinu, þá er hún, þú veist, mjög hardcore og badass og allt það, og í myndinni þá er hún meira svona refined og já, þetta er Svona Hollywood út. Já, akkurat, þetta er mjög svona Hollywood gert, sko. Hefur verið til að sjá hana gerða af einhverju japansku fyrirtæki, japansku framlýstu fyrirtæki. Hafa þér gert, þú kannski leiðir mig, hafa þér gert áður leikna Ghost in the Shell mynd? Nei, ekki svo ég viti, sko. Ok, hefur verið til að sjá bara japanska þannig mynd? Já, bara þú veist, þeirra take. Já. Alveg klálega. Ég held að það hefði verið Frekar Hollywood. Já, ég held að bara, þú veist, ég skil bara ekki af hverju það hefði verið mjög cool ef Hollywood hefði sko fengið sko listamannin sem var að gera hana og það geti verið, ég sé tala út úr rassum út, ég veit ekki hverjir voru með í að búa til Hollywood Ghost in the Shell, en það hefði verið meira cool ef þau fengið þessast gæðin sem skrifaði söguna að fara yfir handritið og allt þetta, sko. Það hefði verið cool. Það hefði verið mjög cool. Þá hefði þið náð svo miklu meiru sko út úr myndinni, heldur en bara, þú veist, þessu Hollywood action þema sem bæði ég er að gera í myndasunni minni. En Japanir, þeir gera hann oft mjög töff, eitthvað svona action, það er eitthvað svona andrúrsloft. Já. Ég hefur til að sjá þá gera mitt Ghost in the Shell. Akkurat, þú veist, og út af því ég er svo mikil svona listanördi og animation nördi og
ég er svo hrifinn af þessum sko dansi sem kallast bardagi, þú veist, kýla hvern annan og hvernig þeir gera það í þessum myndum er bara crazy. Sko. Þetta var að tala koreografi í slagsmátri og eins og til dæmis koreografi í fyrstu Matrix-myndinni þegar það var að berjast. Þú veist, þetta náttúrulega bara blows your mind. Já, sammála. Og ég er mjög hrifinn og þú veist, þess vegna heillast ég svo mikið af anime og það er, þú veist, þeir eru líka ekki sko feimnir að segja bara einhverjar crazy sögur. Bara sögur sem, þú veist, engum í Hollywood myndi dett í huga að segja. Nei, sumt steikt. Já, þú veist, stundum ertu sittandi bara, þú veist, ég ætla ekki að horfa á þetta er of mikið fyrir mig. Þú veist, þetta er bara kemur ekki greina, þú veist. Ég veit, sko, ég ofta hugsa út í þetta, af því að eins og ég veit að sjálfsmorðstíðin er mjög há í Japan og þeir eru svolítið bældir. Já, þeir eru það. Þetta er svona svolítið sérstakt samfélag og ég oft pælt, sko, að því ég hef hlustast líka á japanskar hljómsveitir. Já. Þær getur verið trilltar, bara svona bókstaflega trilltar, bíómyndir, allt þetta. Það er svo að fá ykkur svona útrás. Já, algjörlega, það er eins og við fáum bara 100% útrás af þessu, sko. Þess vegna svo mikið af þessu klikkað. Já, og þess vegna er oft mikið af þessu bara algjör meistaraverk. Já, algjörlega, bara klikkað og meistaraverk. Þú veist, og maður situr þarna bara í sófanum bara, hvað var ég eiginlega að horfa á? Já. Þú veist, hvað er í gangi? Ímyndunarafli hjá þessu fólki er bara rosalegt. Og þú veist, og fyrir gæja sem er að gera myndasögur og svona, þú veist, þetta er bara frábært að fá innblástur að þessu, sko. Já, ég trúi því, og eins og með Matrix. Já. Bara þær fengu innblástur frá Ghost in the Shell, Akira, Kung Fu myndum, alls konar dóti. Algjörlega. Hvaða mynd er nú fjör hér? Herru, ég er þá nokkuð sem þú veitir ekki hvað mynd þetta er, en hún heitir Redline. Og þetta er sem sagt... Þetta er kappásmynd? Já, og þetta er sem sagt... Eða svona bíladót? Er þetta ekki það? Þetta er pínu bíladót, en þetta er sem sagt anime. Okay. Aftur, sorry, þeir sem eru að hlusta á. Það er svo gaman, ég er svo lítið talað anime eins og þáttu. Já, ok, það er frábært að fá þá einhvern hardcore nörd alltaf að tala þetta hérna. En Redline er basically hálfgerð bílamynd sem gerist út í game og þetta er svona space racing og þetta er með eitt af mest fallegustu teikningum sem ég hef nokkuð tímann séð í svona action þema í bæði bílum, gameskipum og bara þú veist, hreint út hasar. Kannski eftir þáttina, kannski sýni ég myndbrútaði. Já, þú voru að muna því. Já, ég skal reyna að muna. Af því ég fíla alveg anime, ég held ég að sé cover, ég held að þetta var eitthvað svona bíladót. Já, þetta, aðalgæin er á bíl, en hann er modifier til að reysa svona hálfgerð gameskip, en þú veist, þau eru öll bara, þú veist, fara á mismundi plánetu til að reysa það, sko. Ég til að tjekka þessu. Og þetta er crazy. Er þetta geggjumynd? Ég er mjög hrifinn að henni. Þetta er bara, hún pínu sprengdi í mér hausinn þegar ég sá hana fyrst. Hún er mjög sérstök, sko. Hvað leiti? Sko, teikningarnar svona, stundum ertu hugsandi bara, þú veist, hvað er ég að gera, hvað er ég að horfa á? Þú veist, þetta er svo steikt eitthvað. Er þetta óofsteikt? Nei. Þetta er svona, þeir hitta akkurat soft spot, sko. Þetta er fín lína. Já, og bara, þú veist, hvernig er animita og þetta er bara fyrir, þú veist, svona myndasögunörd og animation-nörd og svona teikninörd eins og mig, þá er þetta bara algjört, bara svona klám, sko. Og er góð hasardri? Þetta er bara crazy hasardri. Þau eru insane og sko, hvernig sko direktorinn fer að sýna sko hraðan og átökin á hraðan sem hann hefur á bæði umhverfið og karakterana er rugl. Hann bara, þú veist, hann panar inn á, þú veist, dekkið í bílnum og það er bara við það að detta af, skiluru. Þetta er svona gett spennandi. Já, og þú veist, og með þess að hvernig animatorarnir hafa þurft að sko að teikna það allt og bíllinn hann hefur verið teiknar í nokkrum pörtum svo þú sér partana svona hristast og svo panar hann inn í bílinn, sko. Þá sérðu karakterinn bara, þú veist, bara með blóðnus og allt, bara eitthvað að halda í stýrið, bara halda fyrir lífinu sínu, sko. Ok, þessi er að fara á listan og alveg, ég er búin að fá marga gesti hérna, margar að benda margar myndir og ég sé alltaf fólk, já, ég tjekka á henni. Já. Ég ætla að tjekka þessar mynd. Þetta er mjög svona, þetta er mjög indie og þetta er akkurat svona mynd sem enginn veit af. Og ég varð að setja hann á listan. Já, það er líka bara gana að kynna fólki fyrir svona nýjum. Já, akkurat. Ég bara,
Þetta var bara líka, þú veist, þetta er búin að vera svona hálfgerð uppáhaldsmynd hjá mér. Þetta er alltaf svona mynd sem ég finn mig, sko, bara, þú veist, mér leiðist, eða, þú veist, ég er þrýttur og eitthvað, mér langar í eitthvað svona pick me up. Ég ætla að fara í þessa mynd. Ertu búin að sjá hana oft? Já. Hvað kallar þú oft? Er það 5 sinnum eða 10 sinnum eða? Ég er alveg búin að sjá hana svona 6 sinnum, sko. Já, ok. Alveg 6-7, sko. En hún er, hversu gömul er hún? Hún er ekki eins gömul á Ghost of the Shell? Nei, ég held að hún sé 2013. Já, einmitt. Þú veist, hún er ekki mikið eldri en það. Já, hún er tiltölulega ný, sko. Redline? Já, maður lindriði með henni. Ok, ég ætla að checka á henni. Hvað er nummer 3 hjá þér? Nummer 3 hjá mér er Spider-Verse. Hún er geggjuð. Já, mér datt í huga að þú væri búin að sjá hana. Hún er bara, mjög góð. Ég horfði á hann í gær. Út af ég, þú veist, að ég var með hann á listanum og svona. Ég verð að kíkja á hann og vera með hann að feska þegar ég nefnir hana hérna á Já, þú varst búin að sjá hana? Já. Og veist, ég er búin að sjá hana svo oft, sko. Ég er búin að sjá hana oftar en 7 sinnum, sko. Hvernig fílar er teiknistílinn? Geðveikt. Þetta var groundbreaking. Myndirðu alveg fleiri myndir sem eru teiknaðar svona? Já. Okay. Allan daginn, bara þú veist, Marvel, please, gerðu fleiri Spider-Man myndir og hafðu þær í þessum stíl. Takk. Hvað fílar svona mikið við hennar stíl? Af hvernig hann flottur? Þetta er svo mikið tilkall til gömlur myndasöguna. Þú veist, ef þú les gömlu Spider-Man blöðin. Þeir eru með svona tónin, þú veist, þessar litlu doppur, skilur sem eru prentaðar út. Þú veist, þeir setja það inn, þeir setja inn svona bleklínur eins og þegar Spider-Man er að skinni eitthvað. Já. Og það er eitt atriði þarna sem bara, þú veist, segir hver góð myndin er. Þetta er sérst atriði þegar þeir eru að sleppa frá Doc Ock. Og sérst, Peter heldur á byglu og lætur sérst, hvað hét hinn karakterinn? Sérst, strákurinn. Miles. Já, hann lætur Miles, sérst, hendur í Miles bygluna og þeir eru að stela tölvu af henni, tekur tölvuna og Miles tekur bygluna og dundrar henni svona aftur fyrir sig og hittir, þú veist, þú sér þetta ekki út og þú veist að horfa á Spider-Man hlaupi í burtu, þetta er bara svona attention to detail. Já. Og hann dundrar byglunni og hann hittir sko tilrauna eða vísindamannin og þú sér þetta fyrir ofan svona klonk. Þú veist, þú farið að sjá skrifað klonk. Þú veist, það er skrifað klonk á byglunni og gæinn frispast aftur. Þetta er bara, ég myndi ekki að þessu. Nei, og líka þegar þeir eru að sína Miles strákin út úr synk með Spider-Man út að hann er náttúrulega kann ekki neitt og þú veist, hann er að læra og seinna bara, þú veist, í sömu senu þegar þeir eru að flýja þá lætur hann fá webshooterinn og þeir eru að þvippa á trjánum sko og þú sérði sko, þú tekur mér lítið eftir því þú horfir á myndina en þú fer tilbaka og þú veist, stúddir hana eins og ég geri að þá sérðu að Spider-Man er out of sync Miles, og meðan hinn er mjög fluid alltaf þegar hann þvippar þá gerir hann það fyrst og svo býður í smástund og svo sérðu strákinn þvippa og þá er þeir út úr sync allan, þú veist og svo, þú veist, sérðu hann sko fá hann á tökum á þessu þá svona hægt og rólega fer hann í sync með Spider-Man og byrjar að, þú veist, hann er ekki að taka stellingarnar og Spider-Man er alltaf með þessa klassísku stellingar sko og svo alveg í endan sko á atriðinu þá var hann komin í, þú veist, þá var hann alveg að ná stellingunni. Þú veist, bara þessi litlu attentions. Ég þarf að tjekka hann aftur. Þetta er crazy. Og svo er líka sko, þú stoppar ramman á og til, þá færðu bara teikningu, svona myndasögur teikningu, bara inn í. Maður tók ekkert eftir þessu. Maður getur ekki rétt ímyndsa vinnuna sem fór í þessu. Þetta var bara bilu vinna. Og bara, þú veist, þeir brutu svo mikið af reglum, svona animated reglum, bara til að koma í þessa myndasögurreglur, sko. Til að láta þetta líta betur út. Ég meina, hún hefnaði stila. Ekkert smá. Hún fekk frábæra dóma, henni gekk vel. Já. Ég held með þess að er ekki komið framhaldsmynd. Ég held það. Já, það. Ég vissi það ekki. En svo það tekur bara svo mörg ár að gera svona myndir. Já, þetta bara, þú veist, og allir listamenn sem að ég þekki og hafa hort á þessa mynd, þeir hafa bara fengið bilaðan innblástur. Það er bara, ég man að Instagram mitt sprakk á svona Spider-Verse karakterum. Já, er það? Já, sem fólk teiknaði. Það er geggjað. Það er ógeðislega cool. Þessi ég þekki sem að sé þessa mynd, þeir elsku það. Já, þú veist, þetta er ánega eins og besta Spider-Man mynd sem ég hef hort á, sko. Já, ég finnst það bara samanlega. Það er bara... Hún er í 3. sæti þér? Já, hún er í 3. sæti. Ok, við erum komin í annað sæti. Ég er spenntur að heyra hvað er nummer 2 og 1 þér. Hvað er nummer 2? Annað sæti er mjög, það er, þú veist... Eða basic. Já, svona bæði og. Lion King.
ekki alveg svo basic, en Ok. þú veist, ég er ennþá í anime heiminum, sko. Ok. Út af því að þeir brutu sem, þú veist, marga múra, í animated dótinu sem, Hollywood og þeir tóku síðan við. Og það er sem sagt Nausicaa of the Valley of the Wind með Studio Ghibli. Já, ég sá hann ekki. Þetta er með þeim fyrstu sem hann gerði, þetta er frá 1982, 5 minni mig. Og þetta er svona með þeim fyrstu og hún er geðveikt góð. Og fyrir mér er þetta með þeim betri Studio Ghibli myndunum, sko. Hvað er hún sem stuttumáli? Er þetta action? Þetta er action og þetta er basically, mannkynið er búið að, þú veist, eyðileggja heiminn eins og mannkynið gerir alltaf. Eins og við munum að gera eitthvað síðan. Með mengun, sko. Og það er komin svona skógur sem er, þú veist, farin að myndast aftur en fólkið sem er ennþá lifandi er að reyna að brenna hann og eyðileggja hann, sko. Og það er þau halda, sko, skógurinn er að menga fyrir þeim. En í rauninni er það, sko, og svo eru svona stór dýr þarna sem fólkið er skítrætt við og er alltaf að reyna að drepa á eitthvað, sko. En svo áttaði þess ekkert á því að það er skógurinn sem er að drepa úr mengunni. Er þetta eitthvað svona umhverfisvænt? Þetta er mjög mikið svona nót í mengunina sem mannkynið er að gera núna, sko. Og aðalkarakterinn sem, sko, ég bara, þú veist, var svo lítið á þessum tíma, sko, er stelpa. Og hún er akkurat að, þú veist, fikra sig út úr þessu og læra á hlutina og hvernig þetta virkar og reyna að fá fólk með sér í lið En hafi ekki eins og þessar anime-myndir Já. ef þú talar stelpu Princess Mononoke, það er stelpa Já. og stelpa þarna, Ghost in the Shell, það er kvenkins Það er líka kvenkins. það er svo þeir hafa ekkert verið feimni við Nei, þetta er mjög skrítið, sko, og meðan vestrænni heimurinn hefur alltaf verið bara, meiri strákar. ómikið að stelpum, Já, þú veist, það selur ekki þú veist, og Marvel er loksins núna, þú veist, að brjóta múra, þú veist, með að hafa kvenkinskaraktera og hafa, þú veist, svarta ofurhetju og svona. ég skildi ekki, af því að hverjum er ekki drullu sama Algjörlega, þú veist, og líka, þú veist, þá eru til fleiri, þú veist, fyrir þá sem hafa áhuga, það eru til fleiri svartar ofurhetjur sem koma á undan, Black Panther, eins og Blade, hann er myndasögu karakter. Já, og það er geggjumynd Og Spawn. Reyndar ekki góð mynd, Nei. en geðveikur karakter Ég man eftir það þegar ég var yngri, þá sá ég Spawn og mér fannst hún vera biluð. Já, mér varst þú geggjuð því á 14 ára. Já, svo horfði ég á hann aftur og ég bara, hvaða bull er þetta? En búningur samt ennþá kúl. Já, búningurinn er geðveikur. Já. Og skikkjan er bara furðulega töff með að við, sko, aldurinn á myndinni. Já, en svo Mal Bolger djöfullin myndinni. Já. Hann tölugerur og það er ræðilegt. Það sést svo vel, sko. Ræðilegt. Og þú veist, og peysið á sögunni geðveikt hægt. Já. Þú veist, það er ekkert að gera. Því ég las Spawn bækundar. Já, ég Mikið geri það af þeim líka. allavega. Já. Ertu múin að lesa allt eða? Nei, ég er ekki múin að lesa allt en Ég las fyrstu 12 bækundar eða? já, ég hætti þegar ég veit ekki hvort að þú hafi náðu að koma það langt en þá sagt, var einhver svona raðmóringi sem var að keyra á ísbíl. Já, það er þetta frekar snemma. Já, það ekki. Var Spawn ekki góðin í svartabúningin? Ég man það ekki. Nei. Það er svo langt síðan Skiptir ekki það máli. En hann drepur þann karakter. Já, hann bara, þú veist, hann alltaf bara fríkar út þetta var alltaf bara ógeðslegur karakter, sko. Já. Þú veist. En, ok, þannig að þú ert Já. með þessa mynd nummer 2. Já. Ég er alveg til að tjekka á henni. Já, ég mæli með henni. Hljóma vel. Hvað er nummer 1 sér? Akira. Það Já. er bara, þú veist. Þið finnst það bara ultimate. Já, það er bara, þú veist, hún braut alla múrana í vestræna heiminum, þú veist, og hún braut svo mikið af svona animated múrum og bara, þú veist, attention to detail í þessari mynd er crazy. Þú veist, hún er mjög svipuð, sko, listamenni sem gerðu hana voru að pæla mjög mikið eins og listamenni sem gerðu Spider-Verse. Já, meinar það bara í lúkinu Já, og þú veist, þú horfir á eitthvað chase scene og þú veist, og þeir bara, þú veist, actually lituð og máluðu, sko, bremsufyrin á bílunum og mótorhjólunum. Þú veist. Bara, var þetta ekkert þekkt þannig sér þessi tíma? Þetta bara, þú veist, eitthvað svona bara crazy, svona detailað dút var eiginlega ekkert bara, þú veist, þetta var ekkert svona mikið mainstream, sko. Ég meina, hún er líka alveg 80, það ekki? Jú, hún er eldgömmul. Fyrir ekki, manstu hvort þessi eldri en Ghost in the Shell eða yngri? Kom ekki Ghost in the Shell undan? Ég bara manna það ekki.
En það er ekki langt á milli. Nei, það er ekki það langt á milli, sko. Ég man ekki hvort kom undan. Nei, ég er ekki alveg 100% viss heldur. En þú ert ekki með upp á saman með myndina mína, listan. Hvað myndi það? Ninja Scroll. Ég var að pæla í að setja hana inn á. Hún er geðveik. Hún er svo gróf líka. ég dýrka það með. Mér finnst hún tröfluð. Sko, það er ekki oft sem ég kaupi DFT myndir, en ég ásess að DFT safn sem er þess að Ninja Scroll, Ghost in the Shell og Akira. Og þetta er bara svona box set og þetta er svona gett fallega sett upp, þetta er allt svona gett fallegum umslögum og með svona klæðningu utan á sem þú setur þar allar í. Og þú veist, þetta er geðveitt safn og ég tími ekki að fleia því eða að gefa það. Ekki gera það. Ég á ekki DFT-spilara. Já, þú getur ekki spilað þetta. Nei, þetta bara er þarna. Þetta er bara svona sýnisgripur. En finnst þér Ninja Scroll, finnst hún of gróf, eða? Sko, mér finnst hún æðisleg. Já. Þú veist, mér finnst hún ógeðslega góð. Þú veist, bara ekki taka það, en ég átti ógeðslega erfitt með að setja hann á lista. Ef við myndum gera top 10 animated lista, þá væri hún þar inn á. Ok, hún hefði komst á top 10. Já, hún hefði bókað verið á top 10. Og það hún er líka, sko, svona múrbrjótur eins og Ghost in the Shell og Akira, sko. Er það? Þóttum þann vera þannig á sín tíma? Já, hún þótti vera það, sko. Mér finnst líka bara actionin í geðviki karakterar. Og líka, þú veist, ef einhver að tala reyna að fá fólk til að fara inn í, sko, anime, þá er það þessar 3 myndir nefndar. Alltaf. Þetta er bara svona staple myndir sem, þú veist, ef þú ert anime-nördi, þá ertu búin að horfa á þær. En pældi, þær eru samt allar frekar gamlar. Já, þær eru allar mjög gamlar, sko. En eins og anime þætti, horfa á svoleiðis? Já, ég á til að horfa á nokkru svoleiðis. Besta sem ég hef séð, en okkur að tjekka hvort þú ert búin að sjá það, sástu Berserk? Já. Gömlu? Upprunalegu? Gerðu þau sást nýja? Já, ég gerði nýja. Ég horfði eitthvað á það, en ég las mangaði miklu meira. Já, ég hef alveg las það líka. Já, það er insane. En það er geggjast bara listin þar er crazy, sko. Bara, þú veist, detailinn og... Það er fárið details. Já, og þú veist, ef þú ert hrifinn af góri, þá mæli ég með henni. Þú verður að lesa hana. Já, það er bara allan daginn, sko. En mér var serían upprunalega. Mér fannst hún geðveik. Þetta er geggjur saga, þetta er töff heimur. Þetta er ógeðslega cool, sko. Og þetta er akkurat svona, þú veist, minnir mig mjög mikið á Helsing-seríuna. Já, mér fannst það skemmt en Helsing. Ég fílaði Helsing í tætluður, sko. En fannst þér Helsing betra? Ég er svo ekki Berserk maður. Stillar upp vegg núna. Ég veit það ekki. Ég á erfitt með að gera upp. Sérstaklega, þú veist, ef þú ert að bera saman gorið og svona, þá vinnur Berserk. Allan daginn. Já. Og í söguþráði, þá er verið að stilla mér upp á vegg, en ég veit ekki. Meiri Helsing maður. Já. Erum við að tala um, það var líka manga, það ekki? Jú. Ertu að tala um anime núna eða ertu að tala um manga? Ég er að tala um bækurnar. Já. Ég held samt, náttúrulega í animeinu, þá fannst mér Berserk vera að leiki pínu illa, sko. Út af því að þeir voru mjög mikið að gera svona stills. Þú veist, þá bara settu við bara svona soundboot og þú fyrst aldrei að sjá eitthvað bilaðslega mikið á hestum, eitthvað að löpum. Já, og buggaði það við? Já, það buggaði mig pínu, sko. Alveg, þeir gerðu það? Já, en sagan Berserk er bara geðveik. Já, mér fannst bara sagan. Já, hún er crazy, sko. Þú veist, greið Gantz, eitthvað að reyna að, hét hann það ekki? Nei, hann hét ekki Gantz. Ertu að tala um aðal? Já. Hann hét Guts, já. Hét hann ekki á, Guts, bandarska, eða enska heitið, eða nafnaðars, hét hann ekki Gatsuo? Jú, það getur verið. Minna það. Þú veist, greiðgaurinn eitthvað að reyna að fá, þú veist, konuna sína aftur, skiljur þetta er bara, þú veist, bilaður bardagið, þú veist, og bara svona emotional thrillið sem þú færð er crazy. Berserk hefur það yfir Helsing. Helsing er meira svona bara eitthvað, hey, við erum cool, horfðu á okkur. Þú veist. Já, ég skil. Ég las það aldrei, ég sá bara anime. Já, þú veist, ég var mjög hrifinn af anime, sko. Ok, Akira, númer 1. Númer 1. Bara... Og það er alveg fyllilega skilið. Já, ég held að flesti sem væru með það í númer 1. Ég held líka, þetta sé ekki svona þekktasta anime. Já, ég held það. Akira. Allan daginn, sérstaklega eftir Matrix og svona, sko. Já, ég veit. Þú veist, hún fekk svo mikið shoutout frá þeim. Já, ok, animated listuðin er búinn. Já, og núna ég eftir að fara yfir í venjulega bíómyndir. Ég er mjög spenntur að ég er svona áttum á þínu áhugasviði, ekki segja neitt, verður með Pokerface, ég býstu að Matrix sé á listan. Ég býstu því. Með hvernig þú svona... Þú myndir halda það, já. Ok.
hún er kannski ekki á listanum. Og ég er svo spenntur, er þetta sci-fi, er þetta horror, er þetta action, er þetta kannski grímmyndir, er þetta drama? Já, maður veit ekki. Mér finnst ég vera svo út allt einhvern veginn. En það er ekki ekki það? Já, ég er svo, þú veist, ég er pínu svona alæta, sko. En þú þyrftir að velja eitthvað svona genre, eitthvað tegunda bíómynd. Það vera fastur í. Bara svona, það er þitt númer 1. Já. Hvað myndir þú segja að veri? Vá. Sko, ég myndi örugglega velja sci-fi, en það myndi fara eftir sko, hvað þú myndir vilja flokka inn í sci-fi. Hvort þú myndir flokka inn, þú veist, einhverja Marvel-myndir og anime-myndir og... Ég kannski sitar ekki sem sci-fi, en þú máttir alveg gera það. En ertu það að hugsa þá kannski eitthvað svona game dot, þú elskar eitthvað svoleiðis? Já, þú veist, eins og hérna... Guardians til þess. Já, akkurat, Galaxy of the Guardians. Þú veist, þá held ég myndi, þú veist, ég klálega sci-fi. Sci-fi er því... En svo líka spurning, eins og með Star Wars. Myndu segja að það verið sci-fi? Já, ég myndi flokka það. Og ég myndi setja þess frekar sem bara svona fantasía. Þá myndi ég fara í fantasíu. Þú getur ekki tekið Star Wars í burtu frá mér. Ok, þannig að það er kannski einhverja Star Wars myndir á þessu lista. Gæti verið. Byrjum á þessu. Ok. Númer 10. Númer 10. Ég sá hann að ranka þetta. Já, númer 10 hjá mér er Deadpool. Ok, ákveð aldrei hana? Deadpool er groundbreaking, finnst mér, út af því að þeir basically gáðu Marvel leyfa að fara í R-rated movies, sem gaf okkur Logan. Og mér finnst Logan vera æðislega mynd. Ok. Þótt hún sé... Spurning hvað hún sé á listan. Já, það er góð spurning. Það kemur í ljós. Deadpool, varst það ánægð með Ryan Reynolds sem Deadpool? Ég bara, þú veist, þetta var náttúrulega búið að tísa þessu svo lengi, sko. Og Ryan Reynolds má eiga heiðurinn af því að hann var svo lengi að berjast fyrir því að fá að, þú veist, réttlæta sig sem Deadpool. Já. Og bara, þú veist, þetta redemption saga er bara æðisleg. Og þú veist, þeir bara, þú veist, hætta fundamyndina og þú veist, einhver snillingur lag út atriðin í jeppanum. Þeir hafa gert það sjálfur maður. Algjörlega. Þeir gerðu þennan eitthvað svona test footage. Já, þeir gerðu test footage. Sem lag, allir elskuðu það og þá var þrýstingur á Fox að gefa þetta út. Og þeir vildi ekkert gefa þetta út að þetta var svo R-rated, þetta var svo gory, þetta var svo blóðugt og þú veist að hafa einhverja ofurhetjumynd, þetta bara, það kemur til greina. Og hann líka var ekkert þannig sé svakalega þekktur, Deadpool, þetta er ekki Spider-Man. Nei, akkurat, þú veist, Deadpool hefur náttúrulega verið pínuð svona í favorite í Marvel heiminum hjá mér, sko. Varstu aðdáandi áður en myndi kom? Já. Já, þú þekktir alveg karakter, þú fílar það. Já, ég þekkti karakterinn og þú veist, ég var bara in love af Deadpool karakterinnum, sko. Þannig að þú vantilega verið mjög spenntur fyrir myndinni? Já, og þú veist, og líka, þú veist, ég fór líka inn með væntingar og þú veist, ég kom út bara, þeir bara, þú veist, neldi þetta. Já, þú veist, þetta var svo mikið svona homage af original myndasögunum, þú veist, eins og X-Men búningarnir og þú veist, hann var alltaf að brjóta fjórða múrinn, hann brýtur hann einhvern tímann, brýtur hann fjórða múrinn og brýtur hann síðan aftur á meðan hann er að brjóta fjórða múrinn, þú veist, já, og hann acknowledgear það líka, þetta er eitthvað svo meta, og maður er bara, the fuck? Alveg hardcore. Já, maður blóta það. Þú maður blóta svo vel. Þannig þeir fóru alveg fullblón í þetta í myndinni. Já. Og þú veist, og þeir basically bara, þú veist, gerðu bara, þetta var bara svo mikið respekt fyrir karakterinn, sko, í myndasögun. Já, það skein í gegn. Já. Þeir fíluðu hana karakter. Já, og mér finnst hún eiga skilið að vera á listanum bara út af þessu. Og, þú veist, hún var groundbreaking og bara, þú veist, myndin er bara góð og þú veist, þetta var bara allt. Mér finnst líka að þú ert Deadpool aðdáandi, eða varst það áður en myndi koma út, fórst hann í bíó. Já. Mér fannst þetta að vera svolítið mikið trít fyrir Deadpool aðdándur. Já, þetta var mjög mikið svona, það var bara nammi, sko. Já, það var annars því bara svona velun. Þetta er velun ykkar fyrir að vera aðdándur svo lengi. Já, bara þú veist, bara þú veist, við gerðum þetta bara fyrir ykkur, þú veist. Og Ryan Reynolds er aðdándur líka, skilju. Hann elskar Wade Wilson. Hvernig varst þið 2? Þess að Deadpool 2. Deadpool 2, hún var fín. Þú veist, hún er alltaf slakari, þú veist, 2 er alltaf slakari. Bara, þú veist, hann er það. Já, fannst þú slakari? Já, þú veist, hún var aðeins slakari, en ég hef ekkert út á hann að setja, sko. Þú veist, þetta er mjög stund æðisleg. Það er heppnust ótrúlega vel, sko. Þú veist, bara, þú veist, þeir held í sama andan og Ryan Reynolds var ekkit að, þú veist, fara út fyrir ramman eða neitt og þetta var bara æðislegt, þú veist, og þeir með þess að gá honum, meira depth með að, þú veist, spoilers, að láta... Allir búin að sjá sem. Já, þú veist, að láta konuna steigja það, sko. Já. Þú veist, það er náttúrulega bara frábært. Það var bara æðislegt.
Það er ekki æðislegt að drefa. Nei, enga veginn. En þú veist svona, Fyrir söguna. Já, horfir í, þú veist, að saga svona progressi, sko, þú veist, þetta er náttúrulega næsta skref sem gerist. Já. Það er bara æðislegt. Ok, Deadpool nr. 10, þú kemur lóvart. Já, ég var að hafa Marvel myndan það, sko. Með þetta ekki ekki, hvað er nr. 9 hér? John Wick. Þetta er að tala saman. Og þú veist, já, þú veist, hvað getur maður að segja? Þú þarf bara að segja John Wick. Þú veist, bara, sagan er náttúrulega bara bonkers. Þú veist, hann drap hundi minn. Þú veist, þetta er svo mikið ómits bara fyrir það að vera kallmaður, skilur við. Bara, þú veist, þú ert 10 ára, þú ert inn í herbergi hjá þér að leika, skilur við, og þetta er sagan sem þetta eftir í hug. Veist, og þetta er svo mikið tilkall, bara eitthvað, hey, hérna, förum hérna, ég ætla að draga það aftur aðeins inn á bensku áriðin, þú veist, leikaði með action-kallana hérna og bara, þú veist, sína þér bara hvað við getum gert. Og bara þeir drápa hundra hans, tóku bíluna hans og þá drapa bara 100 manns í stað. Já, bara, þú veist. Og bara í fyrstu myndinni, svo er fleiri í einum. Já, sleftu, bara svona let the beast loose. Hver er þetta best? Að John Wick myndunum? Fyrsta, algjörlega. Finnst þið fyrsta best? Já, mér finnst það æðislega, sko. Þú veist, hérna, ég á til að detta alltaf mikið svona inn í, hérna, hvernig mér leið þegar ég horfði á það, sko. Já. Og hérna, og fyrsta, þú veist, hérna, við vorum ennþá pínu í þessu, hérna, Kung Fu, Karate, Matrix, hérna, dóti, sko, í slagsmála, hérna, heiminum þegar hún kom út, sko. Já. Og hún pínur svona, heyrðu, þetta er búið. Þú veist, förum í eitthvað annað, þú veist, hérna er bara eitthvað sem við ætlum að, þú veist, kalla Kung Fu, skilur sem er miklu meira realistic, við ætlum að telja, þú veist, hérna, skotin í klippuna hans og eitthvað svona. Já, það er að hlaða. Já, akkurat, þú veist, við ætlum bara, þú veist, all in og reyna að gera þetta svona aðeins meira raunverulegt út af því, þú veist, heitir búið, skilur við, fatið er búið. Og víradót, þar sem menn er einhverjum vírum og hoppum. Akkurat. Þeir vildi ekki gera það í John Wick. Þú veist, og þú færð líka að sjá, þú veist, hann er mennskur, þú veist, hann hefði alveg getað dáið, þú veist, hann alltaf var með hjálp, skilur við, bara snæpur upp á þakki. Þú veist, það er geðveikt. Þetta var bara, þetta var allt annað take á því sem maður var vanur. Já. Og ég vil kredita fyrst í John Wick aldrei fyrir það að gefa okkur svona skemmtilegar action senu, sko, í vonandi fleiri low budget, hérna, actionmyndum. Já, í samanlega. Og líka, hún var aðriðið. Já, og þú veist, og samt, sko, þrátt að þeir notuðu byssur, og samt koreografaður fights. Þú veist, það var svo cool. Það var geðið, sko. Og líka það, þú veist, hann skýtur, þú veist, einhverja gæja í fótinn og öxlina, hann þarf alltaf að fara tilbaka og gera killshotið. Skjóta þau. Já, þú veist, þú þarft að klára það, sko. Ég elska það, ég þól ekki þegar einhver svona bappar einhvern í nefið og hann er bara out. Já. Þú veist, bara sorry gæji, þú veist, ég snerti þig, þú veist. Að þið John Wick drepur fólk. Já, akkurat. Þú veist, við erum ekki í einhverjum eltingaleikjum, sko. Nei. Þú veist, ég dyrka það. Já. Að ég meina, þetta var alltaf bara, þetta var þvíl breakthrough fyrir. Já. Að því action er nummer 1 hjá mér, sko. Já. Ég þurfti að velja eitthvað svo genre, það var action. Já, það var action. Og að fá John Wick inn, þetta er bara, þetta var geðveikt, sko. Svo geðveikt. Mér finnst samt 2 best. Já, það? Ég er það, sko. Já. Þú veist, I don't hold it against you, sko. Það eru svo góðar. Mér, bara stutt, ég talaði aðeins um þetta í podcastunum, en mér fannst það bara í fyrstu, mér fannst hún pompa niður eftir klúbadrið. Já, meinar. Mér fannst hún klæmaksa þar. Já. Svo fann ég bara eitthvað svona, og ég fór bara að hugsa um budgetið búið. Já. Svona smá, að það var líka, það var nokkur atrið sem fórst í töðunum mér. Já. Og sumir segja, þú ert ofhugst þetta er bara heilust, en þetta buggaði ekki 2 og 3, þetta buggaði mest í fyrstu. Já. Og svona nokkur atrið, svona rúsneski mafjósin. Já. Hann nær John Wick. Já. Þeir ná honum. Já, akkurat. Akkur drepa hann ekki. Það er mjög gott point. Já, ég skilji alveg 100%. Ég er svo mikið að rýna í handritið, karakterina, motivational karakterum, að þú ert mafjósi, eins og hann, rúsnesku gæi. Þú veist, búin að kalla hann Baba Yaga, skiljur þið? Já, og hann, John Wick er ekki bara leigumoniki. Nei. Það er búið að selja okkur hann sem besta leigumoniki ever. Já, í heimi, skiljur þið. Í heimi, og í sögunum bara líka. Já, þú veist, hann er bara Freddy Krueger í þessum heimi, sko. Já, og hann er á eftir syniðinum. Já. Þannig að þú nærð honum, þá ert ekkert að spjalla það. Nei, þú ert að fara að skjóta strax. En þú veist, það er svona atriði. Já. Og ég var bara svona, oh my god, og svo lendir hann eitthvað í lokin, þá er þeir einhverjum hnífabarda, og ég var bara eitthvað, það buggaði mig. Mér fannst 2, mér fannst hún betri. Já, mér fannst hún betri sem heilstætt verk. Já. Og atrið í göngunum þar er bilað. Það er með haglabyssuna og riffilinn,
þetta er svo geðveikt atriði. En það er svo, mér varst líka bara eftir það, að þú fær líka að sjá hann vinna. Þú fær að sjá hvernig hann undirbýr sig fyrir bardaðan. Já, við höfum aldrei fengið að sjá John Wick. Bara hvernig starfar þessi gæi? Já. Þú veist, ef hann þarf að drepa ykkur, þannig leiðum hann ekki. Já. Þú veist, hvernig myndi hann gera það? Við fengum að sjá það í 2 og mér fannst ekki bara töff þegar ég byrja svona margir að elda hann í lokin. Já. Persónulega, ég fíla 2 best. Já, hann alltaf með hundin eitthvað að hlupa í burti. Já. Það er þetta ógeðslega góð sinna. Það er líka bara, þú veist, það lítið vera bara sittin bara, herðu, mér langar í meira. Hvað er þessi 3? Mér fannst ógeðslega góð líka. Það geggja atriði henni maður. Það er ekki oft sem fólk nær flottum 3 leikum, en John Wick var ein af þeim. Þú veist, þeir einhvern veginn ná að halda í töfran allan tíman, finnst mér. Já. Og þú veist, þú hefur alltaf gaman að þeim. Þetta er bara svo töff. Já, þú veist, Halle með hundana, skilur, vá, hvað það var cool. Klika. Þú veist, þegar hún sigar hundunum og gæjana, sko. Og líka þetta er ekki tölvugjart. Nei. Þeir eru bara þjálfaðir hundar, skilur. Geðveikt. Það er svo geðveikt. Ég þoli ekki þegar fólk tölvugjör eitthvað sem þú getur gert í real life. Ég hata. Þú veist, af hverju þetta tölvugjör gera, þú veist, einhverja hund og kaninu, þú getur fengið þetta þjálfaði, skilur. Af því þetta er auðveldar, af því þetta er svo ekki leti. Já. Algjörlega, þetta er bara metnaðarleysi. Já. Þetta er bara algjört metnaðarleysi. Já, ég sammála. Það var geðvikt í töðunum á mér. Og bara nokkur atriði í þeirri mynd í þriðmyndinni, eins og ég hef stundum talað hnífaatriði. Já. Í byssubúðina. Já, það var svo geðvikt. Það er holy crap. Það er eitt flottasta hasatriði sem ég séð bara efri bíómyndum. Ég var búin að gleyma því, bara leiðum nefnir að djöld var það cool. Þegar það þarf að mixa ykkur að byssu saman, skýtur ykkur og svona slástu þá, svo er að henda hnífum í hvern annan og þetta er svo klikkadri. Þetta er svo bilað, sko. Brjáladri. Og hann stingur gæja, maður fara að sjá hann. Já, það fyrir gegn, sko. Það er ógeðslegt. Það er crazy, sko. Svo kastar hann einhverju X í hausin og þetta er trillt atriði. Líka endaatriði þegar hann er að berjast í gæjan, hvað var ekki með sverðið eða eitthvað. Tjóðlega, það er cool maður. Þetta er allt cool. Þú veist, bara þú veist, ef þú ert svona einhver svona gutti og ert búin að alast upp við þú veist, Stallone og Schwarzenegger og svo gæja. Já, þú veist, þetta er eitthvað svona í þér, þú veist, þú vilt horfa pínu á eitthvað svona búm búm og Ég er til dæmis algjörð svona byssunörd, mér finnst, ég veit þetta eru drápstól. Já, algjörlega. Mér finnst ekki skemmt í alvörunni, þó mér finnst ekki hann að skjóta, eins og skjóta fólk, það er hræðilegt. Já. En í bíómyndum, sem svona bíómynda ofbeldi. Fantasía, já, mér finnst þetta bara, mér finnst þetta geðveikt. Þú veist, það er að steypa þér inn í einhvern heim, það sem allt er á mótið þér, skilur, og þú farið að rísa upp, skilur. Þú veist, þetta er mjög mikið það sem maður er að reyna að gera í lífinu líka, skilur. Þú veist, þú ert í einhverju, þú veist, náttúrulega ekki að segja þetta við alla, en þú veist, sumir eru í lélegu starfi eða eitthvað og þú eru að reyna að vinna sig upp, skilur. Þetta er mjög mikið svona tilkall til þess, finnst mér. Algjörlega, og góðar bíómyndir, mér er eins og ég kent þetta, góðar bíómyndir, það er alltaf að gera þetta. Það er eitthvað svona örk, karakter byrjar á einhvern stað, hann endar á einhvern stað. Já, þú veist, hann lærir eitthvað. Hann lærir eitthvað, hann breytist, hann gengur gegnum eitthvað. Akkurat. Og mér er að sagt, ástæðan við tengjum við þetta, er þegar innstíðinni þá vilja þetta breytast. Já. En munurinn á lífi og bíómynd er að lífið, það tekur þau kannski 20 ára að breytast. Akkurat. En breytingin í bíómynd er að taka 2 tíma. Já, akkurat. Þetta er alveg kondensað í bara 2 tíma sögu. Þú veist, og jafnvel bara, þú veist, í klukkutíma, skilur við. Nákvæmlega getur stutt mynd. Akkurat. 80 mínútur kannski. Já. En ég held að það er svona, þetta, við tengjum svona, þetta er eitthvað svona basic mannlegt eðli að tengja við þetta. Þannig að ef ég til þess horfa mynd, þannig ég finn bara að það er eiginlega engin breyting, þá er sem bara eðlilegt. Já, ég er alveg sammála. Skilur þú? Já, upp á vissu leyti. Ég á til að vera mjög hrifinn af svona myndum sem eru stundum eiginlega bara ekki eiginlega neitt. Þetta er bara svona, þú veist, venjulegt líf hjá einhverjum, skilur. Og hann lendir svo, þú veist, í einhverjum smá hremmingum og eitthvað og þú veist, og svo ertu svona í endan bara hvað lærði hann af þessu? Já, ef ég finn einhvern veginn persónulega, þetta er bara sem mér er persónulega, ef ég finn einhvern veginn bara, ok, það var eiginlega engin breyting. Nei, þú veist, þá er ég pínu svona af hverju að horfa svona mynd. Já. En svo það getur verið undirtekningar. Já. En við tökum bara til dæmis Taken, Liam Neeson. Þú væntanlega fíla hana. Já. Ég bara sá það á þig. Þetta horfum maður á Taken, skilur. Þetta er maður að horfa á Taken. En eins og Taken, gæinn sem hann leikur, Brian Mills, hann breytist ekkert brást mikið í myndinni. En I will find you and I will kill you. En hann hefur samt gríðarleg áhrif á svo margt í sögunni. Já, á aðra. Já, akkurat. Það er rosalega breyting í myndinni, kannski bent á hans karakter.
þannig að í rauninni það myndin sjálf það er svona örk fyrir myndina, Já. kannski mynd karakterinn hans, Já. og því ég er action gay, Já. ég fer ekki alveg stundum og eða það er svona vel gert. Já, akkurat. Já, ég sammála því, sko. Förum við næstu mynd. Í næstu mynd. Er þetta númer 8? 8, já. Ok. Og líka bara, þú veist, mér finnst, ég ætti kannski að gefa svona caveat, eins og John Wick, að þú veist, flestar myndir sem ég vel og ef það er einhver svona þríleikur eða eitthvað á þeim, þá vel ég alltaf fyrstu myndina og það er hún það sem, þú veist, startaði. Já, ég skilji. En eins og John Wick, þú væri helst til að setja bara trilogíuna bara sem eina mynd, þú veist. Ég er mjög mikið þar, sko. Ok, ég er til í það. Já, ég skal samþykja það. Ok, þá verður þessi listi mun léttari fyrir mig til að tala sko. Ok, komdu með næstu. Ok, þú veist, 8 er Seven Psychopaths. Já, með Christopher Walken. Já. Var ekki Colin Farrell líka henni? Jú, mér finnst geðveik. Bara húmorinn í henni er svo góður. Er þetta ekki sami gæi? Þetta er annarkvæmt sami eða bróðar sem gerir In Bruce? Já. Fannst þið Seven Psychopaths betra en In Bruce? Nei. Er In Bruce á listanum? Já. Ok, hún er nefnilega, mér fannst hún geðveik. Hún er svo góð. Og bara, þú veist, þessi húmor. Bara, þú veist, þessi húmor og þú veist, hvernig hann skrifa söguna. Og þetta er náttúrulega sami handritshöfundur og gerir In Bruce og Seven Psychopaths. Já. Að bara, þú veist, þetta er bara svo svona cleverly written. Þetta er bara, þetta er bara svo mikið, bara svo mikið nautn að horfa á þetta. Þetta er svona smá Tarantino, Ritchie-esk. Akkurat, og þú veist, og þetta er svo mikið húmor, þú veist. Já. Eins og Seven Psychopaths að, þú veist, hann er að skrifa handrit af myndinni sem við erum eiginlega að horfa á, skilur við. Þú veist, myndin basically, þú veist, hann basically vitnar í myndina og myndin vitnar í hann. Ég sá hana bara einu sinni. Já. Það er kannski ekki gefin annars séns. Ég mæli með því, það er svo góð atriði þarna. Það er eitt sem er að benda haglabis á Christopher Walken, bara eitthvað, upp með hennar, hann bara eitthvað, nei? Og gæðin sem með haglabisinu bara eitthvað, víst? og Christopher Walken bara eitthvað, nei? Og hann bara eitthvað, ha? Það bara veikar ekki sens. Þú verður með hendur það, þú verður að fara upp með hennar. Þú verður að hlýða með. Já, og hann bara eitthvað, nei? Bara please? Nei, sorry þú. Bara mér er skýt sama. Þetta er rosa mikið húmór í þessum penna, sko. Og þú veist, bara, þú veist, þessi húmór er bara, þú veist, hann kallar svo mikið á mig. Ég bara veit ekki á hverju, þú veist, ég hef aldrei séð þessa mynd á þér fyrir hann að kona mín benti mér á hana og vá, hvað hún er góð. Sástu hana undan In Bruce? Nei, ég sá In Bruce undan. Já, ok. Þannig að þú vissi hvað það var? Já. Ok. Þú veist, hún bara, já, þú veist, það er sami gæi og gerði In Bruce og þú veist, ég man að þegar þú horfður á In Bruce með mér, þú fílaði þess að ég bara, ok, ég kíkja á hana. Ég held líka, því ég rugglaði stundu saman, ég held að bróður hans hafi gert mynd með Brenda Gleeson sem heitir The Guard, sástu hana? Nei, ég hef ekki séð hana. Það er svipar húmór. Já, það? Ég þarf að kíkja á hana. Hún er góð, sko. Já, ég þarf að kíkja á hana. Og þú sérð alveg, með þessu bræður, þú sérð alveg svona, já, ok. Já. Þeir eru með mjög svipaðan stíl. Ég er svo hrifin að þessu, það er líka önnur mynd sem ég hef séð sem heitir Knives Out, hún er tiltölulega ný. Já, með Daniel Craig. Já. Hún er ógeðslega góð. Hún er svo fyndin líka. Það bara, þú veist. Það er svona murder mystery. Já, þú veist, svona leynilegur, dimmur húmor alltaf og, þú veist, og ég elska það að, þú veist, að þú kannski horfður á myndina einu sinni, horfður á hann aftur og sérði einhverja brandara sem hún náðir ekki. Það er geggjað. Það er svo gaman. Þú veist, það bara gefur myndin nýtt líf. Já. Ég elska þegar það gerist. Bara svona multi-layered mynd. Já. Mér finnst það svo gaman. Ok, þannig að þú með Seven Psychopaths. Já. Og númer 7 er Lord of the Rings. Ok. Það er bara fyrsta. Þú veist, ég verði að hafa Lord of the Rings inn í henni. Og þú veist, bara Lord of the Rings er bara ein mynd. Þetta er bara, þú veist, brjáli trilógía. Þetta er bara, þú veist, bara Holy Grail. Þetta er bara geðveikt. Ef ég þyrft að pína til að velja hver er best af þessum þremur, hvers er best? Ég held að hvað hétt miðjumyndin? Two Towers? Nei, jú, Two Towers. Two Towers er miðjumyndin. Ég held að það var ekki hún, þriðja myndin. Return of the King? Já, akkurat. Það er uppáldið? Kóngurinn, já. Hversu oft hefur þú séð þessi myndir? Horfður á þetta einu svona í ári og fyrir jólin? Ég horfði þetta á svona tveggjar á fresti og það var Dóttar Stíf í jólin. Og þú veist, þetta er alltaf, þú veist, ef ég er á næturvöktum með eitthvað svoleiðis og það er ofta ekkert að gera eða eitthvað svona að maður stelist og horfa á eina. Sérstaklega vorst að vinna á jólin, sko. Frábært að geta hort á Lord of the Rings. Horfur á bíóutgáðunar eða extended útgáðunar? Extended, mest. En þær eru alveg þær eru svo langar, sko. Já. Þú veist, þetta er bara, þú veist, þetta er bara
getur stundum verið viku prósess að fara í gegnum þetta þú hefur ekki mikið tíma fyrir þig. Finnst þetta er þetta bara veisla fyrir þig? Já, þetta bara, þú þarf pínu að plana að horfa að þig, sko. Og finnst þér, þetta bara toppurinn á svona fantasíumyndum? Finnst þér það? Mjög nálægt í. Ég held það, þú veist. Hver fyrir róma þar? Veit það líka. Ef við erum að tala um eitthvað svona sverð og, eitthvað. já, það, nei. Ég vil ekki að toppa. Nei, Lord of the Rings bara the highest, sko. Já, en Game of Thrones, hvernig varst það? Ég fílaði Game of Thrones upp á vissum ekki. Svona, finnst mér skrítið að vera þessi gæi, sko, en ég var pínir þrýttur á öllum þessum nektaratriðum og þegar sagan var aldrei að, hún prósessaði aldrei. Þetta var bara, herri, stoppum klippuna bara pönum inn á þessi brjóst og maður bara, ok, en hvað við söguna, skilur við, af hverju erum við að panna á þessi brjóst skilur við, ég skil alveg, en why? Nektselur. Já, akkurat, það er bara svona að gera nektsenur bara út af því að gera nektsenur. Og það fer alveg í töðunar á mig, sko. Ef þetta er ekki til að, koma karakterinu neitt áfram, þá er ég bara eitthvað, why? En þeir notuðu þetta, mér varst þeir skánaðis með þetta þeir sem leiða á seríunar, en þeir gerðu þetta fyrst og þeir notuðu þetta sem svona exposition atriði. Já. Þannig að þeir eru hugsað með sér, ok, við þurfum að koma þessum upplýsingum áleiðis til áhorfandans. Já. Hvernig getum við gert það spennandi? Höfum bara brjóst. Já, akkurat. Þetta varst þetta þannig? Þetta, við þurfum að gera eitthvað pínu visual appealing til að halda þeim, út af við erum komið hálftíma inn í. Þetta er líka svona stór saga, kannski mikið uppsyngu sem við erum að koma áleiðis. Akkurat. En svo náttúrulega er ég eins og mjög margir aðrir að, maður er náttúrulega búin að investa allan þennan tíma í, ákveðna karaktera. Og sérstaklega í endan, þú ert bara, ok, þessi dó og, the red wedding, gerðist og, þessir uppáhaldskarakterar dó og svona, og bara, ok, þá erum við með þennan og þennan eftir, og ég er alveg hrifinn af þeim, ég ætla að, investa í þá, og þeir heldur bara alltaf áfram að deyja, þangað til að, einhver og fáir eftir. Já, og einhver krakki sem gæti ekki labbað fékk kongasæti. Þú var að, algjört blóðbað allan tíman. Og það sem fór svo í töðan á mér er, ég var náttúrulega Khaleesi maður allan tíman. Já. Og ég var búin að investa. Mér var svona æðisleg. Já, búin að investa allan tíman í hana. Og svo, seinustu örkinni, þá var hún allt í einu bara, geðvik. Það gerðist alltaf hratt. Já, það bara, bara á 0,1 bara fór hún úr bara, úr svona kannski 20% geðviki yfir bara, í 150% geðviki. Og þú ert bara eitthvað, hei, hvað var millivögun, skilur við? Hvað var character progressionið á þessari geðviki? Hún allt í einu bara ákvaða, brenna heilan bæ bara út af ekki neina. Heila borg. Já, heila borg, bara svona að því bara. Það er ekki nokkuð afsökun. En þetta ég er alveg viss um það, þetta hefði verið töff. Ef þeir hefði gefið sér aðeins meiri tíma og left þess að anda. Já. Að það var búið að setja smá svona breadcrumbs. Já. Að því hún var alveg stundu tæp, þessi kona. Akkurat. En ég sammálaðir. Þetta var svo svakalt stökk á stundum tíma að það varst bara það þurfti eina seríu viðbót. En það var líka allir sem gagnrýnda. Ég veit það. Það var engin ánægð með þetta. Nei, þetta var fínt sjónvarpsefni. Ég ætla aldrei að taka það í burtu frá Game of Thrones að þetta hafi verið mjög skemmtilegt sjónvarpsefni og ég skemmt mér konunglega að horfa á það, en mér fannst Pínum ábreiði í lokin. Já, mér fannst senasta serían bara allt of rushið. Í sammála. Þeir hefðu þurft eina seríu viðbót. Já. Það hefði gert allt. Já, jafnvel 2. Já, bara, leifa þess að ganga aðeins lengur. Að ég fílaði kannski svona fyrstu 5 seríunar. Mér varst skemmtilega svona stígandi í þeim. Já, uppbyggingin á Nightwalkerunum og uppbyggingin á þessu stóra stríði, skilur, það var bara frábært, og náttúrulega senasta serían með það að gera, var það ekki senasta seríunni þegar það allt gerðist? Fengum við að sjá orustuna á Night King og það. Já, það hefði átt að vera bara öll senasta serían og svona hægt og rólega að sjá hana svona slippa meira og meira inn í geðveikina. Það hefði verið serían. Ég hefði líka vel að sjá, ég heldur að gera það, því að sería 7, ég heldur að gert 8, sería 7 enda á því að veggurinn hrynur. Já, akkurat, það er bara allt það sem er búið að byggja upp á allar þessar seríu. Já, en ég vil að sjá vondikallinn kannski í þá 8. seríu, hefði þá verið annarkvort Night King eða Cersei, og svo hefði verið 9. sería og þar hefði þá, skilur Já, og þar hefði hún verið að, fara í geðveikina, skilur. Fara kannski í geðveikina og þeir náðu að tróða þessu öll einhvern veginn í einu seríu. Já, bara í einhvern svona 1 lítinn pakka og þetta var allt bara, ég fannst að vera svo rushað, sko. Já, vonbrigði. Já. Að þetta voru flottir þættir. Endurinn hefði mátt vera svona allan daginn, sko. Já. Svo lengi sem þau hefur gefið þessi tíma alltaf að malla inn í hennan endi. Já.
þú veist, bara því miður. Ekki drífa sig að Nei. klára þetta. Þú veist, alltaf þegar fólk spyr mig, þú veist, fannst þér ekki endin lélur? Endurinn í sjálfu sem meika alveg sens, þú veist. Ég skilji. En bara, þú veist, bara byggingin að endanum er það sem er lélegt. Þú veist, það er það sem gerir þetta lélegt, ekki endurinn sjálfur. Nei, og þú fannst alveg, þú horfður á þetta, bara eitthvað, býtu, wow, erum við bara að spóla hratt allt í náttúrulega. Akkurat, þú veist, af hverju var fast forvarda bara eitthvað bilaðislega mikið fram í tíma. Já, og það sem böggaði mig líka, því í fyrstu sérunum, þá kannski ég sagði eitthvað karakter, ég þarf að fara þangað og það tók kannski 3 þætti. Akkurat. Þetta var svo langt í burtu. Þetta var bara heljarða process. Já, en í síðustu sérunni, bara hvað herru, já, ég ætla að fara þangað, þá bara tók hann bara hann skokkaði bara eitthvað. Já, bara teleportaði Já, þú veist. Og þú fannst þetta alveg sem áhorfandi. Já. Mikið svekkelsi. Ég er alveg sammála, þetta var bara lélegt, þetta var bara... En það er samt eitthvað gaman við það, þegar öll heimsbyggðin er að horfa á eitthvað svona seri. Já, og þú veist, það er allir investið. Já, það er allir spenntir. Ég held líka að það hafi pínu, skotið Game of Thrones í fótinn, út af, þú veist, þegar þeir feiluðu, þú veist, þá eru allir ósáttir. Já, já. Þú veist, þá fær þetta svo mikið heit, að þetta færi ekkert tíma til að grassera og fólk eitthvað svona, já, þú veist, já, þetta var rushað, en þú veist, ég hafði gaman að þessu, skilur við, þetta var fínt, þú veist. Það eru þættir hann inn á milli hjá þeir sem eru geðveikir. Eins og þetta Red Wedding, rauða brúðkaupið, það er geðveikur þáttur. Já, og það er fullt mjög góðum þáttum. Já. Ég held, ef þeir hefði að klára lendingun almennilega, þá væri að tala þetta væri bara með betra sjónvarpsefni sem hefur gert. Algjörlega. Þú veist, bara senasta serían, bara því miður, eyðileggur þetta svo mikið. Já, það gerir það því miður. Og þegar þú ert bara svona, ég endurhorfa þetta og svo bara svona, nei, nenni ekki að investa inn í, þú veist, endan, skilur við, aftur. Nei, ég hugsa samt, ég verði eitthvað svona... Að horfa þetta aftur? Já, mér fannst þetta að vera svo mikið ræt, maður. Þetta var ógeðslega gaman. Flott saga, kostaði fullt af pening og gaman að sjá það. Það var engin örugur einhvern veginn. Nei. Það var svo nýtt inn í svona þáttum, sko. Og þátturinn var, þú veist, næst í klukkutími. Það var líka nýtt. Já. Þú veist, þetta var bara... Já, það var sumir alveg mjög langir, sko. Já, þetta var bara geðveikt cool. Já. Herru, ok. Lord of the Rings. Fórum við í Game of Thrones umræðu líka. Já. Lord of the Rings, algjörlega geggjaðar. Bara crazy góða, sko. Já. Það er nummer 7 hér. Já. Spenntur að sjá hvað er fyrir ofan. Ég held kannski að Lord of the Rings þetta er herrað þér. Já, ég átti, sko, ég var að pælja að hafa, sko, Lord of the Rings ekki með, út af því mér finnst það að vera bara svona pínu standalone. Já, ég skilji. Þetta er svona, þú veist, þetta er svona sér, út af því, þú veist, ég horf á Lord of the Rings trilógíuna sem eiginlega, þú veist, eina heild og mér finnst eina heildin geggjuð. En þá ert eiginlega ekki í mynd, þá er þetta meira orðið eitthvað annað, sko. En bara stutt, hvernig er þetta Hobbit-myndar? Svona ég var ekkert eitthvað bilaslega hrifin að þeim, sko. Ég hata það svo mikið. Já, þú veist, þetta var svona þú veist, þetta var svona allt í lagi B-fantasía, skiljur en þú veist, ég náttúrulega fór á það í bíó, auðvitað. Nördin í þér. Já, ég bara, þú veist, auðvitað fer ég. Jafnvel þótt að fyrsta var léleg, þá fór ég á hina, sko. Mér fannst hún ekkert eitthvað. Þetta hefur verið fín einmynd, skiljur. Það er alveg málið. Ekki 3 myndir. Akkurat að gera 3 myndir út úr þessu, sko. Mér leittist allir tíma. Já. Ok, nefnum ekki að meira tími í það drast. Hvað er nummer 6 hér? 6 er Star Wars. Fyrsta myndin. Star Wars? Já. Fyrsta besta myndin, New Hope? Já. Ok. Og það er, þú veist, hún náttúrulega bara kerir öll á stað og svo koma náttúrulega hina 2, það eru geggjaða líka. Og mér finnst það að vera bara svona ein mynd líka. Já, ok. Þú lítur það að sé bara upprunlega trilogíuna. Já, það er bara ein mynd. Og þessna var ég að setja Star Wars New Hope. Hvernig finnst þið staðan á Star Wars verið í dag? Mandalorian finnst mér skemmtlegt. Ég hef mjög gaman að því og ég dyrka það að þeir eru ekki að fara all in í tæknibrellunar, heldur að lífga upp á brúðurnar aftur. Ég dyrka. Ég líka. Þetta er svo mikið nót á gömlu myndirnar og þú veist, og þetta er bara að sýna svo mikla virðingu fyrir nördanum, sko. Og þetta líka fær inn yngri krakka til að horfa á. Og ég akkurat hlustaði á eitt áttjáður, ég man hvað strákurinn heitir, hann var akkurat að tala að honum fast Mandalorian fyrsta serían ekki góð. Ég er ósammála því, mér finnst fyrsta serían ógeðslega góð. Ég elska að hafa og þetta er eins og þú sagðir, þetta eru standalone þættir. Ég dyrka það. Sumir hata það. Já, mér finnst það bara svo gaman og að þetta séu standalone þættir en þú fær samt að sjá, sko, character development á meðan.
þú veist, hann að tengja skrakkanum, skilur við. Og ég dyrka að ég geti farið inn í hvaða þátt sem í fyrstu séri á Mandalorian, horta á hann og vita upp á hár hvað í gangi. Þú veist, ég þarf ekkert backstory, ég þarf ekkert, þú veist, ég get bara farið inn í hann. Þetta bara ævintýri? Já, þetta bara 50 mínútna mynd. Já. Þetta geðveikt, ég elska það. En fannst þér fyrsta betur en önnur? Já. Er það? Út af þessu, sko. Þú veist, ég veit ekki af hverju, ég bara hafði svo gaman að þessu. Þú vildi meira standalone í 2? Já, þú veist, mér fannst eiginlega önnur serían þurfa pínu að gerast. Þú veist, það þurfti að koma svona hálfgeir svona innspýting inn í söguna, sko, þú veist. Og að sjá hérna... Spoiler. Á ég ekki vera að segja spoilera? Jú, hvað með spoiler? Við erum að spoila þetta er svo ný sería. Já, þetta er svo ný sería. Þetta er spoiler fyrir seríu 2 af Mandalorian. Bara sorry allir, skipiði 5 mínútur, skiljið. Eða bara horfið á Mandalorian. Já, horfið á Mandalorian þættina. Svo er sumum dröllu sama, en ég vil samt að þetta er svo nýli sería. Já. Hvað það að segja? Þegar kemur Mandalorian-sverðið. Er það Darksaber? Já, Darksaberið. Fuck, það var cool. Og líka að sjá Boba Fett. Já, og að sjá Boba Fett, það var geðveikt. Og líka í lokin, Luke Skywalker. Já, þegar hann kemur inn og næri eina sem ég fílaði ekki var nafnið á krakkanum, Grogu. Mér finnst alltaf leið. Ég bara, þú veist, akkur gátti þið ekki skýra hann bara Jedi eða eitthvað, þú veist, nota hann í Yoda, þegar hann búin að vera kallaði Baby Yoda svo mikið. En hann er samt aldrei kallað það í seríunni. Nei. Það er bara við sem kallum hann Baby Yoda. Já, það er bara við sem kallum hann Baby Yoda. Mér fannst bara, ég veit ekki af hverju, ég er bara Grogu. Þetta er bara svo, þetta er svo átt fyrir einhvern veginn. Ég er nefnilega maður þegar ég heyrði þetta, í seríu 2, að ég var eitthvað búin að heyra svona út undir mér að fólk vera ósátt sumir við nafni. Já. Og ég bara, shit, hvað ætla hann heiti eiginlega? Ég sá seríu 2 bara þegar hann var búinn. Ég horfði ekki á einu sinni viku. Nei. Og ég var bara, þetta er fínt nafn. Já, ég akkurat geymdi þetta líka svona eins og þú, ég horfði þetta allt bara svona í einu bretti. Já, og ég er alveg svolítið fegin að gera það. Já, ég líka. Ég persónulega, ég skemmt mig betur yfir seríu 2. Já, þú veist, ég skil það, þú veist, og það er miklu meira, sko, það er miklu meira að gerast í sambandi með söguna, sko, og þú veist, þú farið líka að sjá miklu meira eins og Darksaber og þú veist, þú farið að sjá Luke og... Farið að sjá hina, eins og konunar frá Mandalore, það er töff. Geðveikt svo allt, sko. Þú veist, það er miklu meira á seiði, sko. En fyrsta sérinn er í uppáld hjá mér út af því að, þú veist, ef ég er að horfa á svona frá þeim punkti, sko, að, ok, ég ætla að, þú veist, mér langar að horfa á einn þátt af einhverju, þú veist, eins og Star Wars eða eitthvað, það geta bara farið í fyrsta sérinn Mandalorian, valið bara einhvern random þátt, skemmt konunglega og ekkert þurft að fara neitt lengra með það, þú veist, ég þarf ekkert að halda áfram með einhverja þætti til að, þú veist, fara inn í einhvern punkt í sögunni sem að ég svona dyrkaði. Það er alveg góð punktur. Ég fíla alveg stundur svona standalone og stundum eitthvað svona mythology, stærri saga. En þú veist, ég skil af hverju Mandalorian gerði þetta svona, sko, þú veist, og mér finnst þeir hafa ekki geta, sko, gert þetta öðruvísi. En mér finnst áhugavert þegar ég spurði þig hvernig þú fílar stöðun og Star Wars í dag. Já. Þú nefndi fyrst Mandalorian. Já. En bíómyndina, hvernig finnst það? Sko. Þessar nýju eru allt í lagi, þú veist, ég hafði mjög gaman að þeim. En þú náttúrulega ferð inn með ákveðnar væntingar. Þú veist, það var óslega gaman að sjá Han Solo aftur og alla þessa æðislegu karakterar sem þú veist, ert búin að alast upp með, skiljur og fá að sjá, þú veist, lokin á þeim og þú veist, að vera að binda nýja karaktera inn í þetta og þú veist, að vera svona að spýta upp, skiljur, heiminum. Þú veist, það er náttúrulega must. En af hverju annað Death Star? Í alvöru. Er þetta ekki þriðja Death Star? Jú, bara, þú veist, come on, þú veist, gæti þetta ekki verið bara eitthvað, þú veist, minnstælegi bara eitthvað huge ass, gameskip, skiljur. En þeir basically bara endurgerðu. Já, endurgerðu. Fyrir Force Awakens, þá basically endurgerðu bara fyrstu 3 Star Wars. Basically, sko. Tróðu svo öllökunum í eina mynd. Já, og maður var bara eitthvað, þú veist, why? Já, ég er saman, en mér fannst það samt alveg skemmtileg. Já, þú veist, ég fílaði hönnunina á, Kylo Ren, þú veist. Kylo Ren. Já, Kylo Ren. Já. Hann fær alveg ákveðið heit, sko. Ég er að fíla. Ég fíla hann í tætlu. Þetta er líka flottur leikari. Já. Ég er náttúrulega, þegar fyrsta myndin kom út, þá fór ég náttúrulega inn í bíó, dró konuna með mér og ég fór það langt og ég keypti mig Kylo Ren ból og mætti í bíó, sko. Já, ég ætla að spyrja, mættir í búning? Ég mætti Kylo Ren ból, sko. Ég fór sérstaklega út í búið og keypti mig ból til að fara á myndina, sko. Hefur ekki að hugsa þér að fara með hjálminn og allt, bara kublinn og geislasögur? Þetta er svo mikið nörd. Sko, ef ég ætti peningin,
þá myndi ég eflust gera það. Ef þú ætti sanda seðlum Já. og það væri að koma í Ég Star Wars mynd. hefði mætt með grímuna, alveg klálega. Ég er allan að vesla með grímu og hoppað í bara, þú veist, venjulega gýri minnum og verið bara með grímun á mér, sko. Þá ætla ég að spyrja stutla, því ég gera á Instagram, svo skemmtilega stundum að gera svona leiki í okkur geturni. Og ég spurði, og þú fylgist alveg vel með Instagram hjá mér. Já, ég gerði það. Að ég hugsaði að svara þessu. Ég spurði, hvort er nördalega að vera Star Wars aðdáandi eða Marvel aðdáandi? Sko, ég man ekki hvað þú sagðir. Eða hverju þú svaraði? ég held að ég hafi sagt Marvel. Þið finnst það nördalega? Já, út af ég að, þú veist, ég sé miklu fleiri, þú veist, bara, þú veist, ég persónulega, þú veist, þegar ég fór á Spiderman-myndirnar og svona, þá sá ég miklu meira af gaurum í Spiderman-búningum og það virkar meira svona kjánalega heldur en að mæta með, þú veist, eitt Star Wars-verð, finnst mér. Það er kannski út af því ég er harðari Star Wars. Þú ert harðari Star Wars. Það geti alveg verið, sko. Þú ert núna að afsaka alla hina Star Wars. Já, öruglega. En Marvel, þetta er breiðari hópur, er það ekki? Jú, mér finnst það, þetta er miklu breiðari hópur, sko. Ég djókaði með það í þættinum, podcastinu. Þá djókaði með að þú myndir stillu 10 Star Wars nördum, 10 Marvel nördum og þú myndir ekki vita hvor hópur var hvað. Já. Og ég er ekkert að þeir var alltaf ekki í búningum, bara vennilega klæddir. Ég held að myndi spotta. Ég er alveg klálega. Hvor var Star Wars nördahópurinn? Allan daginn, sko. Þú mútið spotta allan daginn. En þá ætlum ég að spyrja, hvort er nördalega að vera Star Wars aðdáandi eða Harry Potter aðdáandi? Harry Potter aðdáandi. Það er alltaf nördalegast. Já, þú veist. það er bara super nerd. Af hverju finnst það nördalega? Bara, þú veist, þetta er bara, þú veist, hvað þú sérð, þú veist. Svo krakkalegt. Já, þú veist, þú sér, þú veist, mér veist Harry Potter myndir úslega góða, sko. Já. En að sjá fólk hlaupandi með, þú veist, svona galdraprygg og eitthvað, það er mjög silly. Það er ógeðslega nördalega. Það er náttúrulega hægt að segja það sama með strákar sem eru að hlaupa með sverð. En ég gerði þessu könnun líka, þá spurði út ég held samt ég hafi sagt Harry Potter, hvort er nördalega Harry Potter að vera Marvel, aðdáandi, og ég fekk nokkur enga skilaboð frá fólki sem ég þekki. Þar sem þau voru að tala bara eitthvað, hey, Harry Potter, það er ekkert nördalega, það er bara cool. Það er nördalegt. Bara, það er það, ég sagði líka við þau. Þú veist, ég ætla bara að segja, Lord of the Rings, Star Wars, Harry Potter og Marvel, þetta er allt hardcore nerds. Og mál ég er nörd sjálfur og ég er ekkert að segja eitthvað að því. Þú veist, ég elska þetta allt. Já, nákvæmlega, þú ert bara ultimate nörd. Já, þú ert bara... Hvert eru við komnir? Við erum í Star Wars. Star Wars. Og svo er ég með í 5 Harry Potter. Þú með það. Já, en ég ætla bara að segja það að sko, Harry Potter, Star Wars og Lord of the Rings, þetta er allt, þú veist, í sama sæti hjá mér. Já, ég skilji. Þú veist, þetta, þú veist... Ég myndi spyrja eftir 2 mánuði, þá kannski er þetta bara... Já, þá er þetta vikslast. Þá er Star Wars róan eða Harry Potter, já, ég skilji. Og það er, þú veist, ég get eiginlega ekkert gert upp á milli, þú veist, þessa þriggja. Þetta er bara the ultimate nerdgasm, skilur við. Ég elska, þú ert þá örugglega, þú til þetta mjög eðlum maður, en þú ert örugglega með nördalegasta listan, þú ert með anime, þú ert Star Wars, Lord of the Rings, Marvel, Harry Potter. Þú veist, hvað vantar? Ég veit ekki, þú veist, ég er líka með Marvel, ég er með Deadpool að denni. Já, ég er að segja það, þú ert eiginlega bara meðnæst í bara allt svona nördalegast sem ég nýtt eftir í hug, sko. Og bara respect. Já, ég meina, ég átti til að feila þetta mjög mikið sem krakki og ég náttúrulega, þú veist, ítti svo öllu til hliðar á tímabili og fór náttúrulega hardcore í rektina og Reyndur að æfa nördan úr þér? Já, pínu, sko, þú veist, ég var svona... Nei, það er ekki hægt, þú veist, reyna að vera eitthvað cool, skilur við, en þú veist, ég hef alltaf verið þessi gæi og ég ætla ekki að afsaka hann lengur, skilur við. Og nördanir í dag er að sigra heimi? Já, þú veist, mér finnst bara geðveikt salt að vera þessi típa sem ég er núna, skilur við. Já, og maður er líka ekkert að pæla hvað öðrum finnst. Nei, engan veginn. En þú er með Harry Potter, ok. Já, ég er með Harry Potter. En er þetta ekki pínu? Ég hef stundið talað Harry Potter, svona smá í þessu podcasti. Ég er engin brjálaði fan. Mér varst fyrstu 4 skemmtilegastar. Já. Þegar það meira bara svona fjölskyldu ævintýri. Já, og svo fer þetta alltaf darkan í endan. Já, það fer út í eitthvað dark og mér fannst það vera svo ekstra kjánulegt að ég er að horfa okkur að krakka, segja Expelliarmus, eitthvað. Já, á Voldemort. Þetta er eitthvað svo, ég veit ekki. Mér var skemmtilega að þetta var bara að hugsa sem bara eitthvað svona fjölskyldu skemmtun. Já, en það, þú veist, ég held að, þú veist, ég náttúrulega skrifaði fyrstu, en svo skrifaði inn í sviga, sko, Order of the Phoenix. Það er 5. Já, þið fannst hún góð. Mér fannst hún geðveik, sko.
en hérna, þetta svo misjant, sko. Hérna, að mér finnst það sko tvistrast eftir fjórðu, alveg eins og þú segir. Að hérna, þú veist, fyrsta myndin þú veist, fyrstu myndinar eru mjög mikið svona, þú veist, bara ævintýri og krakkar en svo held ég sko að það sem gerist í fimmtu er að handritshöfundarnir og þeir sem eru búið til myndina eru farin að átta sig á sko að fólki sem voru sko hardcore fans eru að alast upp úr þessu. Og þeir hafa verið bara, ok, hérna, við skulum fara aðeins, þú veist, fara með þetta aðeins dekkra til að bæði ná til þess að nýju krakkana og að eldri hópurinn sem var að horfa á þetta, þú veist, fá ekki leið, þú veist, að það sé ennþá bygging á heiminum, skilur við. Já. Og þú veist, þannig sá ég þetta, sko. Og hérna, þessna 5 í pínu uppáldi og þetta svo mikið nót náttúrulega í heiminn eins og hann dag í spillingu og annað, sko. Að hérna, að þetta var náttúrulega svo byggt svona mikið inn á 5. myndina þegar hérna nýja skólastýran kemur hann inn, sko. Fannst þér Harry Potter myndin að verða betri eða? Fyrir þig persónulega? Sko, þær eru misgóðar. En ég líka, þú veist, ég þessi gæði sem horfa á þetta bara sem eina heild. Já, þú horfa, þetta ekki hvað, 8 myndir? Já, 8, 7 myndir. Já, þau splittu Deathly Hallows Já, í 2. Þannig þá þetta nú 8. Já. Þannig þú horfir á þetta bara sem einu sögu. Já, þú veist, við sjáum Harry Potter vaks úr grasi og þú veist, fara lengra inn í heiminn og endanum, þú veist, vinna Voldemort. Spoilers. Já, spoiler. Ég þarf að því að góða félag minn, það ekki á sjátátt núna. Endilega. Stefán heitir hann. Já. Stefán Aðal Björnsson. Minnum að lögregla. Ég kalla Stefán Sam. Hann gaf mér alltaf Harry Potter myndar. Já, á Blu-ray. Já. Hann var að losa ykkur af gamla Blu-ray myndir. Já. Hann bara langar að eiga þetta. Og ég sagði mér, já, ég ætla að gera það af því að mér langar að gefa mann séns. Já. Af því ég er kannski búin að vera svolítið dómharður á sérstaklega myndirnar eftir 4. Já. Og nú er liðið svolítið tími sín sá þær. Já. Mér langar svolítið að taka þær allar í röð. Já, sjá hvernig það virka. Já, kannski fílaði betur í annarskipti. Ég nefnilega gerði það. Ég horfði á það svona sitt og hvað eitthvað, sko. En svo kona mín pínu Harry Potter nörd. Henni finnst bækurnar mjög skemmtilegar og eitthvað á bókunum og myndirnar líka. Og hún akkurat, ég var ekkert svaklega hrifin af Harry Potter, sko, en hún dróð mig og við tókum þar allar saman, sko. Og þá datt ég mér inn í þetta, sko. Þá áttaði ég mig á, sko, að hann var, þú veist, þú ert að sjá hann eldast, þú ert basically að alast upp með hann, sko. Já. Það er skemmtileg pæling, Það getur líka vel verið ef ég tekið þetta bara sem næstu að horfa á sjónvarpsseríu. Já, akkurat. Nú er ég með þar allar fram. Ég þarf ekki að bíða 1 ára eða 2 ára, hvernig sem það er. Bara farið niður listan, sko. Þannig ég ætla að gera. Ég ætla að gefa fyrir ykkur sem hlustið að horfa, ég skal gefa Harry Potter annars séns. Þið heyrðu það hér fyrst. Heyrðu það hérna fyrst. Ok, hvað er næstu þér? Er það með 4 núna? Við erum komin upp í 4. Ok. Og senastu 4 myndirnar hjá mér eru svona, kannski minna nördarlegar. Ég veit ekki. En myndir svo fílar? Já, alveg hardcore, sko. Okay. 4 er Budapest Hotel. The Grand Budapest Hotel. Já, þú ert með hana? Já. Shit, ég gæti ekki klárað hana með þessu. Mér fannst hún svo skemmtileg. Fyrir mig er svona, ok. Hvað finnst svona gaman hana? Sko, hvað er öðruvísi? Það sem ég finnst gaman við hana er það, sko, að bara, þú veist, hvað hún er öðruvísi. Þú veist, þetta er, þú veist, útlitið á myndinni er náttúrulega út af því að gæinn er basically, þetta er bara nostalgía hjá mannum sem er að segja söguna og hann er að fara aftur í tíman og hann er að segja hana þannig og svo er hún alltaf sögð frá öðru sjónarhorni og bara, þú veist, skotin í myndinni þetta er mjög veist að vera svo öðruvísi og þetta er svo arti eitthvað, sko. Takk að segja ég fíla ekki. Já, þú veist, ég veit ekki hvernig öðruvísi maður á að útskýra það, sko. Og svo er þetta aftur þessi bara skrýtni random húmor sem er falinn hann inn í sem ég finnst bara að vera hilarious. Á ég gefa hann annars sér? Ég mæli með því, sko. Ég held ég að komist inn hálftíma eða eitthvað. Já, ég bara, þetta er ekki verið mig. Já, en svo er það líka þannig, þú veist, suma myndar eru bara ekkert fyrir. Nei, ég meina, en það er ég ekki að segja við drúst að léle mig. Nei, akkurat. Ég held að meira bara verið smekksatur á mér, þetta var kannski ekki fyrir mig. Þú veist, ég er mjög hrifinn af svona myndum sem stíga pínu út fyrir þægindaramann og eru svona random og samt fyndnar og
og tökurnar eru svo allt öðru í þessi, þú veist, þér líður eins og þú sért í nostalgíunni, sko, og þú veist, þér líður eins og þetta sé bara hardcore fantasía, en það sem dregur þið inn í, sko, raunveruleikan í myndinni er þess að, karakterinir. Og mér fannst það vera svo sniðugt. Þú ert alveg að selja mér það, ég hef kannski gefið þessu meiri séns. Þetta er akkurat það sem mér fannst vera svo ógeðslega sniðugt, sko, að þú veist, þú ert svona, já, ok, það meikar engan sens, þú ert basically að horfa á einhverja gæja að labba í kringum og þú veist, þetta er skotið upp í svo hálfgerð dúkkuhús og tímabili, og þetta er pínu svona klipp-art í eitthvað, en svo leið og þú dettur inn í leikarana, sko, þá dettur inn í raunveruleikan og á meðan er þetta að spila sem svona nostalgía, sko. Þú veist, og þetta minnir mig alltaf á bara, þú veist, þegar maður er að segja sögur sjálfur til vininn sinna og eitthvað svona, maður sé að ímynda sér þetta svona pínu þannig, sko. Vá, þú ert alveg að lýsa áhugaverðar mynd heldur en mér minnir að ég hef séð. Já, ég held það nefnilega. Ég þarf bara að tjekka það aftur. Ok, Grand Budapest Hotel. Já. Það komur alveg óvart. Já, ég held að hún kom mjög mörgum óvart þegar ég sett hann á listan, sko. Þú veist, varst ekki að fara á Harry Potter? Jú, ég er að fara á Harry Potter yfir, sko, í Grand Budapest Hotel, sem er bara, þú veist, bara out of left field, sko. En það er bara gaman, með fjölbreytt og smekk. Já, eins og ég segi, ég er svona hálfgerð aðlæta, sko. Þú ert bara góða myndir. Já, þú veist, og þetta þarf einhvern veginn, þú veist, og leið og ég er svona næ myndinni, þú veist, ég er svona persónulega næginni og, þú veist, ég svona átta mig á hvað leikstjórinn hafi verið að segja og svona, mér finnst að gera myndina svo miklu betri fyrir mér. Þá einhvern veginn, sko, bara flýgur myndin upp, sko. Þú veist, og stundum er ég náttúrulega bara að horfa á myndir, bara til að horfa á myndir, en stundum bara, þú veist, virkilega grípur myndin mig og þú veist, ég átta mig á öllu það sem leikstjórinn og handritshöfundurinn hafi verið að pæla í. En hversu líklegt finnst þér, ef ég myndi spyrja eftir ár? Já. Bara hvað er núna með topp 10 listæðin? Finnst þér líklegt að hún verði samt á listanum? Það geti ekki verið, það voru nokkrar aðrar myndir sem voru að keppast þetta sætið, sko. Já, heldur þú þá að Grand Budapest Hotel hún geti dottið niður, sko. Heldur hún er alltaf á topp 10 eða heldur hún er meira að detta af topp 10 listanum? Ég held að hún geti dottið niður og ég held að Big Fish með hvað heitir leikstjórinn? Tim Burton. Tim Burton geti dottið hann inn. Hún er ógeðslega góð. Er hún ekki listanum? Nei. Já, þannig að hún geti kannski bara tekið við að, já, ok. Ég var mjög mikið að pæla í því, sko. Áhugavert. Hún er líka flott. Hún er ógeðslega góð, sko. En hvað er nú er hún komið í topp 3? Já, hún er komið í topp 3. Hvað er þriðasæti? Þriðasæti er In Bruges. Já, ok, hún er það oflega. Hún er það oflega. Hún er svo góð. Hún er geggjuð. Ég þarf að sjá hann aftur. Ég sko, þegar ég sett hann á listan og ég ákvaða hún yrði á listanum, þá horfði ég á In Bruges aftur. Ég hef ekki séð hana síðan hún kom út. Það er bara fyrir 2 dögum síðan og hún er svo góð. Og hún bara eldist vel og ennþá fyndin. Já, hún eldist svo vel og hún er svo fyndin. Það er svo frábært atriði þegar hann er að reyna að drepa sjálf sig, Will Ferrell. Nei, Colin Farrell. Colin Farrell. Það beinir byssuna á hausnum á sér, þú veist, og þetta er allt svona senanir og svona litinir og svona tónaði, skilurðu. Var þetta ekki snemmi myndinni? Er með mismunum? Jú, þetta er pínu snemmi myndinni, sko, þú veist, og hann er, þú veist, náttúrulega með félagarnum sínum og félagarna sem nýbúin að fá skilabóðum að fara að drepa hann, sko. Og félagarna sem náttúrulega að njósna hann, skilurðu, eitthvað bakað eitthvað staur, sér hann og byrjar að lappa upp að hann, skilurðu, dregur byssuna með silencerinn, sko, ætlar að fara að skjóta Colin Farrell í hausinn og kemur Colin Farrell, dregur upp byssuna upp á hausinum og kemur hérna bara, nei, hvað er að gera? Ég á að drepa þig. Já, þú veist bara, hvað er að gera? Þú ætti ekki að vera að drepa þig, bara, hvað er að pæla? Og svo kemur Colin Farrell og horfður hann bara, þú ætlar að drepa mig? Bara, nei, ertu eitthvað ruglaður? Nei, og byrjar að fela byssuna. Þetta er svona húmón hjá þessu leikstjóra. Já, og hann bara eitthvað, hvernig þetta er réttlátt þú veist, ég meg ekki drepa með þú megið það, alveg. Ég þarf að horfa aftur á hann, ég maður slítið þetta henni. Hún er svo góð. En mér varst Colin Farrell geðugur í henni. Hann var svo góður í henni. Hann er bara fyndið. Já, þú veist, ef hann dettur inn á þessar myndir, þá er hann svo góður. Þá er hann alveg feikilega góður. Ég er mjög spennt að sjá hann í Batman 9. Verður hann í Batman 9? Hann leikur Penguin, ég hefur ekki séð make-upið, þú myndir ekki þekkja hann. Í alveg? Þetta er bara make-up og þú myndir halda hann að leikari, sko. Er komin einhver ný trailer þá eða? Já, ekki kannski nýr trailer, hann kom fyrir einhverjum mánuðum síðan. Já, ég vissi bara að Twilight gæinn ætlaði að vera Batman. En það er góður leikari, sko. Það er góður leikari, en eina sem hrjáði mig við þessa, þú veist, hann má vera Batman og allt það, en eina sem hrjáði mig við þessa Batman-sögu og trailerinn, þú veist, af hverju þarf að fara í gömlu tugguna að sýna upprunann? Af hverju má þetta ekki bara vera standalone Batman-saga? Ég heldur alltaf ekki
Ertu þannig þegar fóreldrar sem drekka Já, og það? þú veist, öll þessi hrina sem gerir hennar Batman, allt þetta startup, sko, þú veist, allir vita það. Þú veist, Ég er bara að vona það sem þá kannski, þetta sé bara tímyndir í það. já, ekki eins og það. Já. Kannski bara eitthvað svona eitt stutt flashback. Já, akkurat, þú veist, Þú veist ekki að söguna. Já, þú veist, við dettum inn í Batman, bara Já. inn í söguna, skilur þú veist, það er bara allt í gangi, Já. svo kemur eitthvað svona hljóður, svona backdrop eða eitthvað, þú veist, það sem lítið er að gerast í sögunni og við fáum að sjá, þú veist, karakterinn, og þá er þetta bara eitthvað létt flashback. Ég til í það, en ég nenni ekki að mynda að fá okkur Nei. orð. Ég heldur alltaf ekki að Ég gera það. nenni ekki í þess að tugga aftur, sko, við erum búin að sjá hana, Já, sko. ég heldur að gera það ekki. Já, við erum búin að sjá hann svo oft. Já. Þetta er bara, þú veist, þú getur ekki verið að tyggja þetta meira. Þetta er svipað sem Súpan. Það er Já. þetta að sína Nei. hans uppruna. Það er ekki allir svo Já, sögur. enga veginn. Þetta er bara af hverju. Ok, In Bruce, In Bruce. fórum úr, að því ég var að tala um Colin Farrell. Já. Já, hún er æðisleg. Hún er Ég geðveik. þarf að horfa aftur á hana. Ég sá Já. hana bara einu sinni Ég mæli með henni eindrið, og sko. ég man að mér fannst hún dröllu góð. Hún er svo fyndin. Ég er bara, þú veist, það er hægt að quote, bara, mér finnst In Bruce og Seven Psychopaths, þetta er bara svona eina mest quotable myndir í heimi, sko. Hann skrifa líka skemmtilegt dialog. Já, bara, þú veist, dialogið er ógeðslega, svona clever og þetta er bara, þú veist, geðveikt. Já, ég meina þú ert að kveiki mér bara ennþá meira að sjá hann aftur. Já, það er akkurat það sem ég vil gera. Ég keipti hann á DFT á sínum tíma, svo bara einhvern veginn, maður er valla með DFT-spilur í dag, Já, en ég þarf að sjá hana. svo er líka svo mikið af öðrum góðum myndum sem maður er alltaf að, þú veist. Ég er að lesa. Já, listan. Hvað er nummer 2? Nei, ekki að lesa skriftinu. Númer 2 er American Beauty. Ég átti erfitt með að setja hann inn á, Akkur? út af leikanunum. Já, út af Spacey. Já, en bara, þú veist, ég ætla bara að taka það fram að Hann er ógeð. Já, en myndin sjálf er listaverk. Þetta er svo erfitt þegar maður Já. heyrir eitthvað svona, eins og með Spacey. Já. Sem leikari, ég bara dæma hans verk. Já. Þá fannst mér svo flottu leikar. Hann var svo góður að leika, Akkurat. hann valdi skemmtilegt hlutverk, góða myndir. Já, hann var bara mjög Svo klárleika. heyrir maður þetta, Já. það sem gerist í alvörunni. Og hann er bara eitthvað ógeð. Já, hann er bara, þú veist, ógeðslega mannverja. Ógeðslega mannvera. Og persónulega, og ég er alveg til að heyra hvað þér finnst um það, Já. ég næ alveg að kött á það. Já, Skilurðu? ég geri það líka. Þú veist, af því að eins og í American Beauty, Þess vegna sett ég hann akkurat á Já. listan, sko. þú ert, Kevin Spacey er að leika í myndinni, Já. en þú ert ekki að horfa á Kevin Spacey, þú ert að horfa á Nei, karakter. já, þú ert að horfa á karakterin sem hann er að portreya. Já, Þú veist, þetta er ekki Kevin Spacey. ég hef líka alveg heyrt sko suma, og ég virði það líka alveg. Já, Bara eitthvað að sko, ég get ekki hort á myndirnar lengur út af þessu. bara allan daginn, Já, sko. eða þá að ég vil ekki styðja við hann. Nei. Ég vil ekki að hann fá meiri pening en mér Já, ef ég er að akkurat. leigja American Beauty eða eitthvað slags. Akkurat. En þá segi ég líka, það er fullt af fólki sem gerða American Beauty. Já, þú veist, hvað með alla aðra? Já, Þú veist, hann- eigum að getur refsa ekki- þeim öllum. Já, þú veist, það er alltaf svartu söður inn í öllum hópum. Já. Þú veist, það er alltaf einhver eitt sem eðilegur fyrir öllum hinum. Já. Og bara spurningin er, sko, hvað ætlar að láta hann svarta söð eðilegja mikið? Já. Og þú veist, þetta er alveg sem með Michael Jackson, þú veist, fólk hlustar ekki á löginas út af öllum þessu sögursögnum hann, Emmi, þessum ásökunum, Já. Skar, já. þú veist, og ég náttúrulega veit ekki mikið meira um það, sko, svo ég Nei, ætla ekki nei. að segja neitt meira um það, sko. Er þetta að tala um Já. þannig séð? en lögin hans eru góð, skilur við, þú Mhm. veist, hann gerði mjög góð lög Já. og þú veist, og ég skil fólk sem hlustar en þá lögin hans út af því að þau eru góð og ég skil líka fólki sem hlustar ekki á það. Ég er svolítið það líka. Já. Bara ég skil báða hliðar Já, og ég er ekkert að ásaka Nei, aðra hliðina akkurat. frekar en frekar en einhver aðra, einhverja aðra, en eins og með Spacey, ef við tökum hans sem dæmi, ég hef ekkert mikinn áhuga að sjá eitthvað nýtt eftir hann, Nei, ekki heldur. skilur við? Það er pínu svona sem að dregur mörkin, sko. Já, Ég vil ekki að hann sé ráðinn eitthvað annað. nei, Þetta er þá líðið mér eins og ég sé að supporta. já, Þú ég veist. er svolítið þar, Já. að ég vil ekkert, hann er bara búin að eyðileggja fyrir sér, Já, bara með því að vera grannlega ógeð, akkurat. ég hef ekki áhuga á nýjar myndum með honum, Nei, en ég, bara því miður, ég get ekki látið þetta eyðileggja Seven fyrir mig. nei. American Beauty, Akkurat, hann þú er veist, búin að vera svo flottu myndum. Það er svo erfitt, sko. Þú Já. veist, út af því að þetta eru myndir sem að þú ólst upp með og þú náttúrulega vissir ekkert hver þessi Kevin Spacey var fyrir að maður Nei. byrjaði að researcha hann eitthvað, skiljur. Mhm. Og mér finnst það bara leiðilegt að hann fái að eyðileggja þetta fyrir þér. Þú veist, hann á ekkert rétt á að eyðileggja einhver flotta mynd fyrir þér. Og líka bara leikstjónu sem Já. gerir þessa mynd, Þetta er- handriðsöfundurinn, Þetta er svo hinleikarinn, falleg mynd. ótrúlega flott mynd. Þú veist, ég átti samt, get alveg sagt það, ég átti erfitt með að setja hann á listan og ég talaði akkurat við konunum mín um þetta, sko, þú veist, á ég að setja þetta á listan, þú veist, þetta er geðveik mynd og, þú veist, hún náttúrulega dýrkar þessa mynd líka, sko, hún bara eitthvað já, en bara ekkert vera að minnast mikið á Kevin Spacey. Ég
bara já, ég held að það sé besta leiðin sko. Já, en mér finnst Og líka... tala hvað þetta er góð mynd. Já, en mér finnst... Algjörlega. En mér finnst líka að það er svo með svona. Já. Þegar það kemur eitthvað svona upp á yfirborðið. Algjörlega. Eigum við bara sópa svo til teppið. Það Já. áum að ræða þetta. Já, Mér finnst það. Já, það er enda gott point, Eins og með Harvey Weinstein. Já, Algjört ógeð, Algjört ógeð. misnotaði Já. sína stöðu. allan daginn sko. Hann er kannski mögulega búinn að skemma bara fleiri líf. Já. Bara örugglega meira en við vitum af í dag. Já, en við getum ímyndað okkur sko. En við þurfum svolítið að ræða þetta. Já. Af því að ef við ræðum þetta, þá kannski gerist þetta ekki aftur. Já, og, Hjá og, okkur öðrum. og fólk er kannski meira vart sig. Já, Þú veist- lærum af þessu. Já, algjörlega. Þetta er svipað svo bara með seinni Já, heimstyrjöldina. akkurat, ég ætla akkurat að segja, Já, þú veist, fyrst og seinni heimstyrjöldina. Já, við höfum að læra af sögunni, ekki sópast til teppið. Enga veginn. Ég er á þeirri skoðun. Þú veist, annars fáum við bara einhverja fleiri öfga sína eins og hérna, Hitler og eitthvað. Þú veist, þú vilt ekki fá þessa gæja aftur upp. Nei, Þú veist, þú vilt nákvæmlega. læra að þessu Já. og sjá og sjá svo skrefin sem lit í átt að þessu. Mhm. By the way, ertu búin að horfa á remasteraða svona vídeo frá Netflix af seinni heimstyrjöldinni? Það er ógeðslega góð þáttaröð. Nei, Þetta er þetta svona heimildþættir? Já, þetta er heimildaþættir og þeir tala bara um alla seinni heimstyrjöldina Ah. og þeir taka sko öll gömlu Vídeoklippin? Vídeóklippurnar. Já. og þeir coloriza þið. Nei, Þetta er ógeðslega flott. Þetta er bara, þetta er svo vel gert. hvað heitir þessi serja? Varstu það? Ég held að þetta heiti bara World War II Colorized. Og er þetta líka eitthvað viðtöl, er þetta bara Já, svona gamalt þetta er bara gamalt myndefni og einhver viðtöl við alls konar sérfræðinga og svona og menn sem voru í stríðunum Mm. Geggjað. og lýsa bara öllu hvernig þetta var, hvernig þetta byrjaði, hvernig Hitler komst upp, bara allt, þú veist, og hvernig Hitler var síðan sko hálf geðveikur í endan út af að hann var að taka svo mikið af amfetamínum. Nei, Jú, ég vissi það ekki. þetta er magnað. Ég verð að mæli tjekka með þessu. Ég mæli eindriði með þessu. Bara, þú veist, finn þetta bara á fyrir svona Netflix. ekstra nerdgæðsum, sko. Já, Shit. þetta er bara á Netflix. Þetta er bara, ég svona datt óvart inn á þetta og bara, ég endaði með að eða heilu kvöldi. Bara, þú veist, ég fór eiginlega ekkert að sofa og mætti sem bara þreyttur í vinna. Og Hvað er bara- margir þættir, cirka? Þetta eru, held að þetta séu 11 eða 10 þættir. Var þetta klukkutími hver eða? Já, rúmlega. Ok, ég þarf að tjekka á þessu. Þetta er geðveikt. Þetta er svo gaman. Og gaman líka að sjá eitthvað svona gamalt vídeo. Já, og þú farið að sjá þetta allir lit, svo að þú veist, þetta dregur þið meira inn, sko. Það er crazy. Þetta er bara, þetta er svo geðveikt, sko. Ég þarf að tjekka á því. Ég mæli með því. Við fórum á American Beauty Já. yfir í seinni Ég seti heimstyrjöldina. heimstyrjöldina. En já, American Beauty í sammálaðar, þetta er rosalega velgerð mynd Já, algjörlega. í alla staði. Frábær. Og hvað er nummer 1? Númer 1 er Fight Club. Fight Club er nummer 1. Fight Club er númer 1. Er það bara all time uppáhaldsmynd? All time. Af hverju? Bara, hún er best. Hvað er svona gott við hana? Bara, þú veist, hvernig þið tala um commercialism og Mhm. bara öll hugmyndafræðin á bak við þetta, sko. Þú veist, þegar ég horfði á hana fyrst, þá var þetta bara, cool, alpha males að þú veist, Mhm. berja hvern annan og búið til klúbb og er eitthvað á bak við tjöldin og sprengja byggingar. Mhm. Þú veist, þetta var, þú veist, hvernig var þessi mynd gerð? 99. Já, þetta hafi verið, þú veist, já, akkurat 12 ára ég eða eitthvað, skilur. Fannst bara svona cool. Já. Yfirborðið cool. Já, geðveitt cool. Og svo horfði ég á hann aftur og þá, þú veist, hafi ég verið 16 eða 17, þá, þú veist, áttaði mig meira á það sem var á bakvið, Mhm. eins og hérna commercial dæmið, sko, og hérna, og hver mikið hérna þetta 1% er að ráða yfir, þú veist, þessu fólki sem heldur þeim uppi, sko, Mhm. og bara, þú veist, ef okkur langar og þú veist, og við förum öll, þú veist, stemum okkur Stendur saman. þú veist, að þá bara falla þið niður, bara eins og House of Cards, sko. Þetta Já. er bara, þeir bara falla niður þessu spilaborg. Þú veist, þeir halda þessi með völdin, þeir eru það ekki. En fólk eru á hrætt. Já, þú veist, það er það sem þeir eru að banka á, sko. Það er það sem þeir eigða peninginum í, þú veist, þeir eigða honum í að láta þeir vera of upptekinn í að vinna og gera alla þessa hluti, svo þú getur ekki pælt nóg mikið í þessu og svo bara auglýsingar, þú veist, bara herja auglýsingar á þig. Mhm. Og þannig náða þeir að halda þeir í skefjum. Þetta er svo góð mynd. En ef við viljum, þú veist, þá getum við setja allt á annan endan. Já. Þetta er það sem myndin er að, þú veist, þetta er það sem mér fannst myndin vera að segja og þú veist, fyrir 17 ára rebel, skilur, sem hataði skólan og allt þetta bara, þú veist, mér gekk aldrei vel í skóla og, þú veist. Hún talaði þá vel til þín. Eða sterkt til þín. Já, hún talaði svo sterkt til mín, sko. Bara, þú veist, peningarnir eru ekki allt, skilur. Nei. Þú veist, af hverju langar mér að fá einhvern höge, þú veist, sófa frá IKEA, skilur. Ég hef ekkert við höge sófa frá IKEA að gera, skilur. Þú veist, ef einhverjum 200 skall í einhvern sófa, af hverju fer ég ekki bara út, skilur, og eyði, þú veist, í það sem ég finnst hérna
tíminn að fara í, eitthvað sem ég veist gaman að gera, eitthvað sem býr til minningar. Til dæmis að teikna og skapa eitthvað. Akkurat, þú veist, skapa eitthvað, að vera stoltur af sjálfum mér, betrum bæta mig, þú veist, og svona fróka samböndin á milli fjölskyldu, vina og þú veist, konunar, skilur, þú veist, þessi mynd var pínu það sem kveikti í söllu hjá mér, sko. Vá, hún hefur haft það mikil áhrif á. Já, og þú veist, enda er hún líka bara í fyrsta sæti og finnst þið líklega að hún myndi halda fyrsta sætinu? Alltaf. Það er bara... Já, ok. Hún er bara föst í fyrsta sæti. En ég gerði líka, ég er alltaf að tala um þess að getur hjá mér á Instagram, en mér var svo gaman að sjá hvað fólk var að kjósa. Já. Og ég stilti þeim upp. Ég var að finna svona bestu 90s myndana. Ég stilti upp Seven og Fight Club. Já, ég sá það. Ég akkurat votaði Fight Club, sko. En þú fíla vantalega Seven líka? Já. Það var svolítið kvikindislegt af mér. Já. Mér finnst það báðar aðeinslegar. Það er mjög gott. En nú er ég búin að fá gesti til mín og einn sagði að ég spurði bara, hvort myndir velja? Já. Og einn sagði, ég myndi velja Seven. Já. Og Baldvin Zeta, leikstjórinn. Já, ok. Hann sagði, ég myndi velja Seven að því honum finnst hún eldast betur. Já. Heldur en Fight Club. En svo fikk ég annan, minna það að vera Bjarni Thor sem kom til mín. Já. Hann sagði Fight Club að því hún vera einstök. Af því að þú veist, Seven, það er alveg til myndir sem eru svipaðar. Já, sem eru svipaðar. En hvaða myndir er svo Fight Club? Það stend ég. Þú ert þar? Já. Og líka bara, þú veist, hvar finnur þennan boðskap? Þú veist, það er ekki mikið á myndum sem fara svona djúpt, sko. Og sérstaklega ekki mynd með Hollywood-leikurum sem kostaði pening. Akkurat, þú veist, hvað er Brad Pitt að gera í Fight Club, skiljur þið? Mér er engan sens. Og Edward Norton. Já. Þú veist, bara... Það er svo geðveikir eins og. Já, hún er svo góð. Og ég man líka, sko, að þegar ég horfði á henni í fyrsta skipti að, þú veist, ég horfði á henni svona grund, sko, bara, þú veist, hvað henni var stillt svo vel upp að þú áttaðir ekkert á því neitt að alvöru fyrir henni í endanum, sko, að þetta væri hann allan tíman. Nei. Þú veist, þetta væri bara annar persónuleiki. Þú veist. Það er ekki. Mér fannst það svo mindblowing þegar við finnst það ennþá, þú veist, og alltaf þegar þú horfið tilbaka á myndina, mér finnst þetta svo sniðugt. Svo líka bara svo tónlistinni geðveik. Já, Pixies, Where is my mind? Já, líka bara tónlistin sem var samin fyrir myndina. Já, þetta er svo gott. Geðveik mynd. Þú veist, þarna akkurat var svona því tímbilið sem ég fann Pixies, sko. Pabbi var náttúrulega alltaf að hlusta á þetta og ég bara nöður, þú með hérna, Where is my mind lagið hérna frá Fight Club, ertu með diskinn, maður hlusta á hann með geislaspilaranum, skilur. Þá varst ég þetta töff. Já, pabbi bara, þú veist, pabbi var alltaf verið með, mamma og pabbi bæði, alltaf verið með geðgóðan tónlistasmekk, sko. Og það var pínu svona mindblowing að fá diskinn frá pappa og fá að spila bara allan Pixies diskinn, sko. Og ertu bara að geða ykkur fan í dag? Af Fight Club? Nei, af Pixies. Ég ekki geða ykkur fan, en ég dýrka lögin þeirra. Þú kannt að með þetta? Já. Og það er Fight Club að þakka? Já, það er Fight Club að þakka. Og náttúrulega með pappa líka fyrir að eiga lögin. Já, sko, gefum þeim shoutout líka. Já, þau fá náttúrulega shoutout fyrir það. Já, þá respektur þú það. En það er svo töff líka sem það er myndin endar. Þegar þau standa þarna, svo verið að hrynja. Akkurat, búin að skjóta sig í kjálkan, skilur við, þú veist, út úr blóðgæður alveg bara. En pældi í því að þeir voru að setja pening í svona mynd. Já. Þeir eru ekki að gera það í dag. Nei, einhvern svona anarkisma. Já, þetta er svo klikku mynd, skilur, hún er crazy. Þetta er svo stór hugmyndafræði á bak við þetta allt, þú veist að... Samla. Þú veist, það er engum að fara að þetta ég að gera þetta núna, held ég. Og líka með einhvern tveim Hollywood stjörnum og öllum sem peningi og... En ég maður þegar ég sá hann í bíó, þá var ég 16 ára. Já. Ég fór hann í bíó og ég var bara eitthvað svona, ég var einhvern veginn ekki að tengja. Nei. En eitt félag minn dyrkaði þessa mynd og dyrkaði hann þá í dag, góða vinur minn. Og hann var alltaf tannlausmynd. Já. Það endaði að ég bara, hvað sér þau? Alltaf komið hann upp aftur. Já, ég meina hann var bara, þetta er geðveik mynd. Það er svo einu hans uppáhalds. Og ég var bara, ég þarf að gefa hann sens. Svo sá ég hana aftur. Þá var ég bara, vá, þetta er geggjum mynd. Hún er rúslega góð. Já, og því ofta sem ég horfa á hana, hún verður bara betri finnst mér hún. Þetta er bara Chuck Palahniuk eða eitthvað. Já, sem skrifaði bókina. Hann er bara geðugur og líka alltaf fyndið að þegar ég hitti konuna mína, þegar hún kíkti á Facebook mitt fyrsta skipti, ég er ennþá með það, þá var ég með quote, sko, þetta er... Úr Fight Club? Já, bara, þú veist, á feedinu mínu, bara, þú veist, í svona bio, sko, bara favorite quote. Manst það? Ég man það ekki alveg fullkomlega, en þú veist, þetta er akkurat þegar Tyler Durden er að tala commercialisman, sko, og tala sófana. Já. Fuck your, IKEA catalog with
the sofas and tables og allt Er þetta, það þegar hann horfir í kameruna? Ég held það, minni það. Það er pínu síðan ég sá hana. Já, sko. ég þarf að reyna hann líka aftur. Ég hefði átt að rífa hann upp og horfa á hana líka, sko. Já, ég þarf bara, síðan ég sá hann líka, Já. þetta er geðveikt. Hún er svo góð. Og hún er líka, það er eitt sem ég man alltaf eftir úr Fight Club, sem ég tengi alltaf við Fight Club. Já. Og það er hljóðin fyrir berja einhvern annan. Já, þau eru svo Þau eru grúsum, svo- sko. Brútal, maður. Þú veist, þegar hann nær þessum pretty boy niður á jörðina, Já. Norton, byrja bara að hamra á honum. Sko, þú veist, andlitið á gæjanum að smassast var ekkit eitthvað bilagslega grúsum fyrir mér. Það voru Hljóðin. Út af því, þú veist, þú gast alltaf litað undan, en hljóðin náði þér alltaf tilbaka. Já. Þú veist, þú varst bara, hvað er í gangi, sko. Ég vil meina það að enn þann dag í dag, þetta er alveg rúmlega 20 ára góð mynd, Já. ég man ekki eftir að sé aðra mynd Nei. með eins brútal svona höggljóðum. Já, og þessi, sko. Ég held bara að toppi engin þessa. Það er ekki hægt. Þú veist, og það er ennþá, maður búin að sjá hana Viljansunum, Já. ég fæ ennþá svona, Akkurat svona viðbjóð svollingu, þetta er Já. svona að þú heyrir þetta, sko. líka þegar Brad Pitt lætur lemja sig, Já. leiður gæðan að lemja sig, það er alveg brútal líka. Það er ógeðslega brútal. Liggur hann á jörðinni og Verður eitthvað hlæjandi Já, og- þú veist, lekur eitthvað blóð úr honum, sko. Já, gæðan lemar hann alveg í drasl, maður Já. er bara, þú veist, höggin, ég veit ekki hvernig þið náðu þessu. Ég veit að þetta var bara, þú veist, þetta var allt og raunverulegt, sko. Já. Þetta var allt og Þú veist, það var bara svona pínu erfitt að horfa Já. og hlusta á þetta. þú veist, þú bara leist það undan bara automatic, sko. Mhm. Þú veist, og maður gerir það ennþá pínu, þú veist, þegar þú horfir á hana, maður er svona, hei. Já, ég er að segja það, Vá. maður gera ennþá, bara, Já, þetta er bara ógeðslega brútal. þú veist, og þetta er náttúrulega eldgömul mynd, sko. Já, þannig séð. Þannig, já, Já. þú veist, fyrir mér er hún tiltölulega ný. Já, ég meina, hún er rúmlega 20 ára gömur. Já, pældi því maður. Já, en þetta er alltaf algjört masterpiece, sko. Mér finnst það, ég er bara, enda er hún líka í fyrsta sæti á mér. Hún er svo fyrst góð. að þér. En þetta er geðið ykkur listið þér. Já, það ekki, mér fannst þetta að vera helviti flottur listi. en það, þú veist, og eitt ég líka smá tími í það. Ég átti ógeðslega erfitt með ákvæða myndir, sko. Ég var svo mikið á góðum myndum. En fyrstu mynd sem þitt aftur var það bara Fight Club. Það var bara ok, Fight Club er nummer 1, svo þurf ég bara að finna restina. Já, ég bara, þú veist, ég bara gerði því nummer 1 Ha. og ég er alltaf búið til nýjan og nýjan lista, sko. Mhm. Fight Club var alltaf í efsta sæti. Ég bara byrjaði að skrifa Fight Club. Ok, Ja. Fight Club er náttúrulega í fyrsta sæti. Matrix er ekki, það er. Nei, Matrix er ekki á mér. Ég byrju hinsa. Já, ég akkurat, ég er svona hlópínu þegar þú sagðir, já, geti trúið að ég hef Matrix verið listan til það. Með þú fíla anime og eitthvað Já, svona, ég er og alveg bara- hasar. já. Ég er bara, hann er bort með Matrix í listanum. En þetta var flottu listi. Já, ég held að þetta sé með svona nördalegri listum í bíómyndu sem maður getur fundið, sko. Já, það eins og ég sagði hann, þú náður einhvern veginn að covera svo mikið. Það er Já. Harry Potter, Star Wars, Lord of the Akkurat. Rings, Marvel. Og mér finnst líka svo fyndið að þú veist, þetta er allt þaulpælt einhvern veginn hjá mér. Ég alveg bara, ég kafa svo djúpt. En ég er þannig. Já, það er akkurat það sem ég vildi gera, sko, með Já. að búa til listan. Ég vildi kafa inn í hann, sko. En Bara, málið, af hverju valdur þessa? já, það er erfitt samt fyrir mig ef ég byrð fólk að koma. Já, Bara hvað er til að koma sem gestur? já, Og fyllt út eitthvað svona top 10 lista. Mér finnst alveg pínar að það er bara svona, þú voru að ranka þér. já, Því sumir segja bara, ég geta ekki. já. En það er sem svona gana að fá gæði eins og þig sem er bara svona, já, ég ætla að ranka þér. Já, ég skal ranka þér bara hart fyrir þig og Já. útskýra af hverju ég ranka þér. Já, emmitt. Og eins og með Fight Club, það kom bara ekki þannig til greina en það var nummer 1. Hún er bara nummer 1. Þetta er búin að vera mjög gaman, fannar. Já, algjörlega, þetta er bara búið að vera yndislega gaman. Og ég var bara til að fá þetta svona aftur. Endilega, þetta er bara með þeim skemmtilega nördarspillu sem ég hef lent í bara heil lengi. Það er frábært að heyra. Að ég finn það líka bara þegar fólk kemur aftur. Já, Það er svona, við þekkjumst það betur, Já. ennþá betra chemistry já, og spjalla meira. Og, Já, akkurat. það verður bara gaman. Algjörlega. Bara að lokum, fólk getur keift Gen, ég veit ekki hvort ég er að segja, Gen 01 eða Gen 01. Ég myndi bara segja genulein. Það getur keift, Eða genulein. já, Gen 01. Já. Hvað er þetta að kaupa þetta? Það er ekki að vera til ennþá í Jú, þetta er ennþá til í Eymundsson og náttúrulega landverðinni líka. Já, Og landverðinni líka. Eymundsson eru duglegar að selja fyrir mig. Æ, það er flott. Já, það er bara frábært og það er líka hægt að fara í froskútgáfu og það er hægt að fá báðar þar og þá færðu þar meira á kostnaðarverði. Ok, Það er náttúrulega miklu skemmtilega já, og ódýrara. það er bara geggjað. Þú græðir og viðskiptverðin. Allan daginn. Og þú ert á Instagram. Já, ég er á Instagram sem Icecomics og ef fólk vil horfa á nördaleg vídeo af mér að teikna og gera teikningar og jafnvel fanart af alls konar dóti og hvernig ég gerir myndasugur og svona, endilega kíkja á mig þar. Mér finnst mjög gaman að kíkja á Instagram hér. Já,
Takk hérlega Bara fyrir. sjá hvernig þú byrjar og svo bara enda Já, pródaktið í rauninni. enda pródaktið, já, Mér finnst það geggja. algjörlega. Bara takk fyrir að vera að koma. Já, bara takk hérlega fyrir sömuleiðis. Þetta var bara æðislegt. Frábært. Já, takk.